Ég er tilbúin, já. Ég býð gesti velkomna. Það Ásmundur Stefánsson og Friðrik Már Baldursson sem hafa komið hér á fund efnahags- og skattanefndar og við ætlum að ræða alþjóðagjaldeyrissjóðinn og samninga við þá. Ég ætla að fara rétt aðeins yfir reglur fundarins. Fyrst yfirferð gesta þar sem að þeir hafa hvorum sig alltaf 10 mínútum. Síðan koma spurningar nefndamanna þar sem hver hefur 2 mínútur í senn og geta spurt oftar en einu sinni. Spurningum ýmist safnað saman eða gestir svara eftir hverja spurningu, það tek ég ákvörðun eftir efni spurningana. Og að lokin fær fulltrúi hvers flokks tækifæri til að lýsa afstöðu til málsins og hefur hver 2 mínútur. Fundatími, það áætlað að fundurinn standi til klukkan 3. Og ég ætla að biðja ykkur að slökkva á GSM símum. Tilefni þessa fundar beiðni frá Ögmundi Jónasyni að Alþingi eða nefndin ræði stöðu mála gagnvart alþjóðagjaldeyrissjóðnum og ég ætla að gefa Ögmundi rétt aðeins örstutt orðið til þess að reifa tilefni fundarins. Þakka fyrir formaður, ég skal gera það í mjög stuttu máli. Fyrsta lagi langar mig til að bjóða ykkur velkomna á okkar fund og tek þar undir óskir formanns nefndarinnar. Okkur hefur mörgum fundist umræðan aðkomu alþjóðagjaldeyrissjóðsins að okkar málum Íslendinga vera lokuð. Stjórnarandstöðu hafi verið kynnt þau sjónarmið sem að ríkisstjórnin hefur teflt fram í þessum viðræðum. Við höfum viljað koma að stefnumótun í þinginu og þegar að það hefur ekki orðið enn á vettvangi þingsins að þá þótt okkur heppilegt að óska eftir því að málið yrði tekið til umfjöllunar á opnum fundi efnahags- og skattanefndar. Mér langar til að nefna örfá atriði sem að mikilvægt að þið kæmuð inn á í ykkar máli. Í fyrsta lagi að reifa fyrir okkur hvert ykkar verksvið og þá stjórnsýsluleg ábyrgð, því að nú ljóst að þið starfið ekki í umboði Alþingis heldur í umboði framkvæmdarvaldsins og við vildum fá það skýrt af ykkar hálfu hver ykkar stjórnsýslulega ábyrgð og tengsl inn í framkvæmdarvaldið og þá einnig hvert ykkar verksvið Við vitum að það hefur komið fram í fjölmiðlum að þið eigið viðræðum við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og hafið samhæfingu og samræmingu á ykkar herðum. Hafið þið tekið þátt í viðræðum við aðra, við Bretana, við aðra sem að tefla fram kröfum á hendur Íslendingum. Þetta þarf að fást upplýst. Í annan stað þá ljóst að nú verið að vinna að nýrri þjóðhagsáætlun. Hverjir koma að þeirri vinnu? Komið þið að þeirri vinnu? Hverjir eru það sem að koma að þeirri vinnu? Þá vil ég spyrja þær fjárupphæðir sem að tefla. Það kom fram í yfirlýsingu frá stjórnarráðinu fyrir helgina að fyrir milligöngu alþjóðagjaldeyrissjóðsins kæmu 2 milljarðar bandaríkjadala inn á okkar borð, þar af 830 milljónir þegar við undirskriftir að samþykkt í stjórn sjóðsins. Síðan óljóst aðrar upphæðir, menn hafa talað fjórfalda þessa upphæð. 2 milljarðar bandaríkjadala eru tæp 20% af landsframleiðslu Íslendinga. Ef þessi upphæð fjórfölduð eins og hefur verið sagt í fjölmiðlum, þá erum við að tala 80% af landsframleiðslunum væntanlega. Hvað lagt til grundvallar þessari upphæð og hvernig verður þessum fjármunum varið? Þeim varið til greiðslu á erlendum skuldum? Að ræða fjármuni í gjaldeyrisforða þjóðarinnar? Og hvað með öðrum orðum, á hverju byggt þegar þessar upphæðir eru annars vegar? Menn taka því fagnandi þegar miklu peninga koma inn í landið, en við gleymum því þá gjarnan að við erum að ræða skuldbindingar fyrir börnin og barnabörnin langt inn í framtíðina. Að lokum þá vil ég nefna að við munum óska eftir umræðu
þau skilyrði sem fram hafa komið að hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar hann núna kemur að okkar málum. Ég ætla ekki að lengja það núna, það ýmislegt sem ég langar til að spurja í þeim efnum, en það nokkuð sem að þarf að taka ítarlega fyrir á þessum fundi. Já. Þá ætla ég að gefa Friðrik Má Baldurssyni orðið og vænti þess að hann ræði semst Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem slíkan, hlutverk hans og hvernig hann fjármagnaður, þáttöku Íslands í þeim sjóði og svo þetta samkomulag sem að gert hefur verið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Friðrik Már Baldursson. Já, þakka fyrir og takk fyrir að fá tækifæri til að koma þarna fund. Kannski bara rétt árum förum að ræða beinlínis efnið og það snertir það sem að Ögmundur nefndi raunar verksvið og stjórnsýslulega ábyrgð. Það skýtur kannski dálítið skökku við að við Ásmundur skulum sitja hérna, hvorugur hérna í raun embættismaður. Ég er það nú reyndar. Þú ert það fyrirgeðu, en allavega ekki á þessum sviðum sem ræðir. Ég vinn hjá hérna sjálfseignarstofnun út í bæ, Rjófnu, Háskólanum í Reykjavík, er prófessor þar. Og ég taldi einmitt ástæðu í þessum punktum sem ég setti niður til að nefna þetta vegna þess að þetta horfir svolítið einkennilega við. Nei, ég var semst óskaplega kallað til starfa í forsætisráðuneyti fyrir 3 vikur síðan, svona þegar þessi kreppa var að skella á og ég ætla svo sem ekki að fara að skýra það í löngu máli, heldur bara einfaldlega að þá einfaldlega dundu yfir atburði sem að svona þetta venjulega stjórnkerfi, það þurfti fleiri í liði til að takast á við það sem að þurfti að fást við og síðan kom það í minn hlut að vera tengilegur við hina ýmsu aðila, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, sendinefnd hans og hina ýmsu aðila sem tóku þátt í viðræðum við hann. Ég legg áherslu að það eru margar stofnanir og ráðuneytir sem koma að sjálfsögðu forsætisráðuneytið, en líka fjármálaráðuneyti, seðlabanki, fjármálaeftirlit, viðskiptaráðuneyti, utanríkisráðuneyti, svo kannski helstu aðilar sem við nefndir. Forsætisráðuneyti sem ráðuneyti efnahagsmála, það er kannski ekki, það er eðlilegt að það hafi svona yfirumsjón og forræði með þessum málum. Formlega það var mínu hlutverki í þessu lokið. Þegar samkomulagið lá fyrir núna síðastliðinn föstudaga þá sneri ég aftur til minna venjulegu starfa í Háskólanum í Reykjavík. Þannig að ég reikna ekki með því að koma frekar að þessu. En hins vegar ég að sjálfsögðu hérna út af þessu fyrra hlutverki mínu og lít á mig þótt að þetta hafa nú verið með óformlegum hætti sem embættismann á vegum forsætisráðuneytisins, akkurat hérna. Nú, svo ég víki nú að, ég ætla nú kannski ekki að fara mjög mörgum orðum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Við höfum dreift hérna efni, það er þetta heilmikið efni bara á heimasíðu sjóðsins og víðar hann. Þetta er þetta alþjóðastofnun með 185 aðildarlöndum. Hvert land leggur inn ákveðin kvóta, semst fjármagnar sjóðinn. Ef maður rétt að þá er kvóti Íslands 0,05% minni mig af heildar ráðstöfunarfé sjóðsins og bara svona til að setja það í samhengi að þá er þetta lán sem að umræðir fyrirhugaða lán $2 milljarðar er 12-faldur kvóti Íslands og 1% af ráðstöfunarfé sjóðsins. Í stjórn sjóðsins sitja fulltrúar ekki frá öllum aðildarríkjunum, sumir mér minnir að það sé rúmlega 30 fulltrúar sem sitja í stjórninni. Atkvæðavægið fer eftir, ef ég kann þetta rétt, fer eftir framlagi þjóðanna til sjóðsins og eru Bandaríkin þar sterkust vantanlega. Og semst það sem að liggur fyrir núna er samkomulag
sendinefndarinnar við íslensk stjórnvöld sem á eftir að fá endanlega afgreiðslu í stjórn sjóðsins, væntanlega eftir rúmlega viku. Og það mikið starf eftir ennþá, á eftir að vinna mikið starf í tengslu við þetta samkomulag og þessa samninga og forræðið verður væntanlega áfram hjá forsætisráðuneytinu sem ráðuneyti efnahagsmála, en hins vegar leika stofnanir á borð við Seðlabankann, Fjármálaeftirlitið og fjármálaráðuneytið þetta lykilhlutverk í því sem að í hönd fer. Nú, þetta samkomulag það byggir á áætlun íslenskra stjórnvalda sem miðar að því að endurheimta efnahagslegan stöðuleika og búa í hagi fyrir hagvöxt á Íslandi í framtíðinni. Og það má ætla að sko sendinefndin auðvitað hefur ekki unnið þetta í einhverju lofttæmi eða án samráðs við sitt bakland og það liggur fyrir fréttatilkynning frá sjóðnum eða frá framkvæmdastjóra sjóðsins, Dominic Strauss-Kahn, þar sem hann lýsir yfir mjög jákvæðri afstöðu um þetta samkomulag. Þannig að maður verður að vera bjartsýnn á að það öðlist endanlega staðfestingu. Nú ef við gefum okkur það að staðfesting fáist þá eftir rúma viku, að þá opna sjóðurinn samstundis á lánalínu sem að Seðlabankinn getur dregið á og fyrsti hlutin $830 milljónir, $5 milljónir fyrir ekki við því. Síðan kemur afgangurinn þá $1.200 milljónir í þrepum, held ég ársfjórðungslega á því sem eftir lifir að 2 ára tímabili sem að þessi áætlun nær til. Nú það sko ríkir auðvitað verulega óvissa og út af þessar spurningu fjárþörf eða á hverju þessi tala byggð og þessar tölur yfir höfuð, þá það auðvitað alveg ljóst að það ríkir verulega óvissa það hvað þarf til hérna. Og það var kannski eitt af því sem að sko gerði þetta ansi vandasamt og tímafrekt að vinna áætlanir þessa hluti að auðvitað voru hlutinir miklu að gerast á meðan að var verið að vinna þetta og það komu stöðut upp nýju hlutir og raunverulega ríkir ennþá töluvert mikil óvissa, bara svo dæmis nefnt stöðu peningamála. Hvað mikið peningamagn í landinu núna? það eftir semst að raunverulega þegar nýtt bankakerfi svona kemst almennilega af stað, þá þarf að taka þessa stöðu alla og raunverulega endurmeta stöðuna. Þetta 6 milljarðar talan, þessi 4 milljarðar viðbót sem talið að þurfa að liggja fyrir, þurfa að koma frá öðrum þjóðum og eins og ég nefndi, það verulega óvissa það hvað mikið þarf til og þessi tala raunverulega sett fram þannig að það sé bara verulegt borð fyrir báru, þannig að það sé alveg ljóst að Ísland lendir ekki í gjaldeyrisþröng á næstunni. Lendir ekki í svona lausafjárþurrð eins og bankarnir lendi. Og þannig myndast kjölfesta fyrir peninga og gengistefnuna og þannig eru líkur til þess að það náist tök á gengi krónunar. Nú það að sjálfsögðu unnið að því, meðal annars hjá Seðlabankanum en á fleiri vígstöðum líka, að afla viðbóta lánalína, þannig að þessari heildarfjárhæð sé náð. Nú svo ég fari aðeins yfir hvað felst nú í þessari áætlun, að þá eru markmiðin 3. Í fyrsta lagi endurvekja traust á íslenskum efnahag og ná stöðugu gengi krónuna með markvissum aðgerðum í peninga- og gengismálum. Í öðru lagi að undirbúa markvissar aðgerðir til að styrkja stöðu ríkissjóðs og í þriðja lagi að endurreisa íslenskt bankakerfi. Svo ég skýri þetta nú aðeins út að þá eru auðvitað ljóst að þetta verkefni sem við blasir risavaxið. Það fyrirsjáanlega verulegur samdráttur í efnahagslífinu og það hefur verið nefnt að það megi reikna með alltaf 10% samdrætti í landsframleiðslu á næsta ári. Það raunar gert ráð fyrir að þessi samdráttur verði fremur skammur og hagvöxtur nái sig síðan á strik eftir kannski með 1,5 ár.
svo ég get kannski aðeins nefnt líka að þessi samdráttur, þá má þetta búast við því að það verði verulegur samdráttur í einkaneyslu og fjárfestingum. Það ekki verið að reikna með samdrætti hjá hennu opinbera en neinu marki að minnskosti, og síðan reikna með því að útflutningsgreinanda taki við sér sérilega í ljósi þess hvað gengið lágt, og þeirra aðstæður ætti allavega að flestu, að mörguleita að vera mjög góðar samkeppnisstaðan. Nú, það gert ráð fyrir að afgangur myndist fljótlega á viðskiptajöfnuði, sennilega strax á þessum ársfjórðungi, og það auðvitað styður við gengi krónunnar. Engu að síður þá nauðsynlegt að styrkja gjaldeyrisforðann, og það er meginmarkmiðið með þessu láni. Og það einfaldlega til að tryggja það að það myndist ekki lánsfjárkreppa í landinu. Það má til þess að útlána geta bankana haldist við, þrátt fyrir þennan mikla samdrátt sem við eigum í vandum, að þá þarf í raun og veru og að sjálfsög að því gefna að við höldum stöðugu verðlagi, það sé ekki brugðist við með peningaprentun, að þá þarf að koma, þá þarf að geta fjármagnað efnahagsstarfseminni einhverju leyti með erlendum gjaldeyri, og þarf fyrir utan að geta brugðist við með ef það eru mikla sveiflur í gengi krónunnar. Þaðan kemur þörfin. Hver þessi þörf hún er, eins og ég nefndi áður, þetta er verulega óvissu að hafa þetta mat, en það hins vegar borð fyrir bári í þessari heildarfjárhæð, þessari 6 milljarðar. Fjármál ríkisins, og ég nefni víkja aðeins að þeim. Fyrir ekki tíminnir eru þar. Já, ég ætla þá bara að vera mjög fljótur. Það skal vera mjög stuttur og eftir Pétur þó í staðinn. Skuldir ríkissjóðs, að það ljóst að þær munu aukast, það blasir við. Endurfjármögnun bankana og þar með talið Seðlabankans og fyrirsjáanlegur halli á ríkissjóði, þetta fer vantarlega hátt í 700 milljarðar króna næsta ári. Og ég ætla að leggja áherslu á það að þetta lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, það ekki ætlað til þessar nota. Það ekki ætlað í endurfjármögnun bankana eða til að fjármagna halla á ríkissjóði. Það algjörlega tilgangur þess sá að efla gjaldeyrisforðann og geta sett gripið inn í gjaldeyrismarkaðinn þegar þörf krefur. Varðandi næsta ár að þá það sameiginlegur skilningur hjá okkur sem að þessum störfuðu og sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að það væri mjög óskynsamlegt að auka á niðursveifluna með því að reyna að ná jöfnuði á ríkissjóði á næsta ári. Og það engar fyrirætlanir slíkt þessar áætlan. Hins vegar að þá jafn ljóst að það þarf að bregðast við þessar miklu hækkun á skuldum með því að setja fram trúverðuga áætlun það hvernig á að ná tökum fyrst að hægja á og síðan stöðva og síðan lækka skuldir ríkissjóðs þegar við lítum nokkur ár fram í tíman. Nú pening- og gengismálin, það auðvitað öllum kunnugt að gjaldeyrismarkaðurinn í lamasessi og peningamálin og peningakerfið er brotið. Það þarf að opna eðlileg viðskipti milli Íslands og annarra landa, en ná jafnframt tökum á verðbólgu og sveiflum í gengi krónunnar. Þetta það verkefni sem að blasir við. Hins vegar að þá verður að gera þetta markvisst, taka eitt skref í einu, og fyrsta skrefið hlýtur að vera það að opna á eðlileg gjaldeyrisviðskipti, leyfa genginu að ráðast á markaðsforsendum, en jafnframt grípa til aðgerða sem að stuðla því að það verði stöðugt, það verði ekki ómikla sveiflur í því, og ná sér síðan á strik í samræmi við raunverulega grundvallaforsendunum það myndist afgangur af viðskiptum í útland. Það hætta á því að það myndist þrýstingar og gengi til skamms tíma vegna útstreymis úr krónu og yfir í gjaldeyri. Og það þarf að hafa viðbúna til að bregðast við þessu og koma í veg fyrir mikla sveiflur, og þetta stór efling gjaldeyrisforðans nauðsynleg forsenda og í þessu þrepi, og nauðsynlegt að hafa þennan bakhjarl til þess að sé hægt að grípa inn í markaðinn, en jafnframt að það þarf að veita nokkuð þétt aðhald í peningamálum til þess að takmarka möguleikann á því að laust fé streymi úr krónunni og yfir í gjaldeyri og hafi þannig óheppilega áhrif á gengi krónunnar. Mér langar bara að vekja athygli á einu atriði í þessu sambandi, og það
það að ábyrgð liggur ekki alfari hjá stjórnvöldum. Það skiptir mjög miklu máli að allir aðilar haldi rósinni í því sem að í hönd fer og hafi í huga að hvað sem líður skammtímasveiflum að þá er krónan of lág svona þegar litið er til grundvalla þátta í hagkerfinu og á eftir að styrkjast þegar litið er til lengri tíma. Sérstaklega þá ber að benda á það að útflytjendur mega ekki halda sér höndum og bíða þess að krónan ná einhverjum botni núna. Það skiptir mjög miklu varðandi það sem í hönd fer að hérna komist á jafnvægi í gengismálum að það ræður úrslitum í því að þeir komi með sína gjaldeyristekjur til landsins. Nú þegar að jafnvægi hefur náðst á gjaldeyrismarkaðnum og verðbólga fer lækkandi þá verður hægt að slaka á aðhaldinu í peningamálum og ef vel tekst til að þá má reikna með að þessu verði náð tiltölulega skömmum tíma. Á ég að fara í bankamálinu eða viltu taka við Ásmundur? Já, ekki rétt þá tímasvegna að gera það. Var þetta búið að ganga alveg þessi punktar? Já, þú ætlaði að taka við Ásmundur. Ég skal taka við ef þú leyfir. Sko við ákváðum það að láta þessa punktar sem að Friðrik tók saman bara dreifa þeim til þess að fólk hefði það hjá sér og geti farið í gegnum það og spurt á frekar út frá því. Ég held að sé rétt á að ég byrja eins og Friðrik að gera grein fyrir minni aðkoma málinu. Það er haft samband við mig á 50 fyrir rúmri viku og ég beðin að axla það hlutverk að samræma þar starf sem er í gangi. Það er ekki þannig að það hafi ekki starfið í gangi þegar ég kom á því síður heldur en svo. Það voru mjög margir hópar að vinna og þeir hafa haldið áfram að vinna og við settum ýmsa nýja hópa. Ég ætla ekki að fara í gegnum það í einstökum atriðum. En það er alveg rétt eins og þú sagðir Ögmundur, við erum að vinna í umboði framkvæmdarvaldsins. Við erum hvorugur stofnun í þessu verki sem við erum að vinna hér. Við erum að vinna í umboði forsætisráðherra fyrst og fremst, allavega ég, en með vilja ríkisstjórnarinnar sem að er sameiginlega eins og að þessu komið sem að eiginlega sameiginlega fer, ekkert eiginlega, sem beinlínis sameiginlega fer fram á það að við tökum á okkur ákveðin verkefni. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að draga það fram að áður heldur en ég kem að þessu þá er auðvitað til staðar hópur sem samanstendur fyrst og fremst af ráðuneytisstjórum og aðrum eins og formanni, forstöðumanni fjármálaeftirlitsins sem að voru að vinna í þessum verkefnum. Og í tilviki Friðriks að þá er hann auðvitað að vinna með fjármálaráðuneytinu, Seðlabankanum og ýmsum öðrum sem að eru dregnir að þessu starfi. En ákvarðanatakan, hún liggur ekki hvorki hjá Friðrik eða mér, ákvarðanatakan liggur inni hjá ríkisstjórninni og þegar ég kem í þennan feril að þá var ég með í því að fjalla þetta verkefni EMF eða samstarfið á vettvangi ríkisstjórnarinnar og með þeim sem voru að vinna þar. Það má segja að síðustu dagana voru daglegir fundir með einhverjum ráðherrum sem að voru að fara yfir það sem að verið að gera. Þannig að hvað var að segja, umboðið í málinu er alveg skýrt í höndum ríkisstjórnarinnar og það er hún sem að hefur tekið þar ákvarðanir sem að verið teknar í sambandi við samstarf okkar við EMF. Bara taka það alveg skýrt fram. Varðandi bankana sem að Friðrik skildi eftir, að þá skiptir auðvitað mjög miklu máli að það var tekin ákvörðun strax í upphafi að tryggja það að bankarnir gengju áfram. Þegar svona hörmungar gangi yfir eins og hjá okkur, þetta er ekki banki sem að lendir í vandræðum, þetta er 85% af bankakerfinu sem að fellur og þá þarf snar handtök og það var tekið á því mjög snöggt og tryggt að bankarnir héldu áfram. Það þýðir þá að það voru ekki bara innistæður heldur líka virk viðskipti sem voru færð úr gömlu bönkunum yfir í nýju bankana. Það þarf að meta það er komið strax á skipulagi til þess mats, það eru fengnir alþjóðlegir aðilar til þess að aðstofa við matið eða sjáum það öllu heldur. Það eru þessir stóru aðilar til Otto Tuts, KPMG og Pricewaterhouse sem eru þarna með sirkvað bankan að vinna í matinu og minna í því að þetta sé allt saman gert á réttan hátt. Síðan þarf að fara í
endur yfirferð á því til þess að tryggja það að þetta sem réttum hætti gert, og í lokin verður svo fengin aðrir til þess að sjá það að það sé alveg tryggt að það sé viðhöfð sömu vinnubrögð allstaðar og það sé gert alveg með samræmdum hætti líka á milli allra bankana þó þeir séu skoðaðir hver fyrir sig. Þannig að það er unnið mjög skipulega að því að reyna að tryggja það að þetta verði eins gott eins og hægt er. Ég ætla ekki að ræða, ég var í viðræðunum við Breta eins og Ögmundur spurðum í upphafinu, og við ákváðum að láta viðræðurnar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hafa bara hreinlega forgang í stað þess að lenda í hugsanlega frekari deilu þar, að þá ákváðum við að fresta viðræðum og gerum það í sátt við Bretana. Þannig að við erum ekkert sameiginlega það hver niðurstaðan af viðræðunum eigi að vera, en það var ekki ágreining það að við frestuðum þau. Og það er rétt að árétta það líka, IMF hefur ekki gert neinar kröfur á okkur varðandi samskipti við Breta. Í sjálfur sér má segja að þeirra koma málinu vegna þess að það er ljóst að í fyrsta lagi það verður að liggja fyrir að við séum að vinna með lögmætum og skilmerkilegum hætti að öllum þeim vanda sem að okkur steðjar, þar með auðvitað samskiptin við erlenda aðila, og allt sem við erum að gera sé gegnsætt og fara eftir reglum sem allir geti skilið og metið og átta sig á hvernig er unnið. Og þeir gera sér náttúrulega jafn vel og við grein fyrir því að afstaða í stjórn IMF kann að ráðast auðvitað einhver leita af því hvernig þjóðir líta á stöð okkar í öllum þessum samskiptum. Það er ekki sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að hafa neina skoðun á því. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki laga úrskurðaraðili einhvern ágreining okkar og annarra þjóða. Er ekki rétt bara að ég stoppi hérna, Pétur, og gefi frekar tíma til þess að spurja? Einmitt, en það var tíminn búinn. Þakka ég kærlega fyrir. Þá ætla ég að opna fyrir spurningar nefndarmanna og fyrstu tekur ás Ellert B. Schram. Já, takk. Takk ykkur fyrir, Friðrik og Ásmundur, fyrir greinagott yfirlit. Og ég lýsi nú bara yfir ánægðinni með það skulle komið plan, áætlun og við erum komin í þennan farveg. Ég hef alltaf áhyggjur af því að þú nefndir það, Friðrik, að þetta gæti kannski tekið ennþá rúma viku að bíða eftir ákvörðun ef mennur liggur á. En þetta er enga síður viðspyrna, og það sem að ég kannski staldraði við er það að þú segir, Friðrik, að aðalatriði í þessu er að ná jafnvægi í gengismálunum. En mér finnst kannski píldir loðið og óvist hvort að það takist eða ekki, að það verið að treysta á að menn komi með gjaldeyrin heim, og er einhverjar beinar markvissar aðgerðir sem lúta því að þetta höfuðmarkmið náist, umfram það sem við erum búin að tala um hér. Svör strax. Safnið saman spurningum, Magnús Stefánsson. Já, það fyrir þessu yfirferð að við skulum fá innsýn í þessi mál, og ég hef talið eðlilegra og fullri virðingu fyrir ykkar veru hér að framkvæmdavaldi ráðherrar eða aðrir slíkir hefur nú haft frumkvæði að því að kynna þinginu hvað er í gangi í þessum málum. Þannig að við tökum þá umræðu bara síðar, en ég þakka ykkur kærlega fyrir þetta er góðar upplýsingar. Ég held að flesti séu nú velta fyrir sér þeim sem að kalla þeir skilyrði fyrir aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, og ég spyr eftir því hvað er í þeim pakka umfram það sem kemur fram hér í minnisblaðinu. Nú síðan spyr ég, reynda veit ég ekki alveg hvort þið geti svarað því, en hvort það hafa verið einhverja þreifingar milli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og íslenskra stjórnvalda fyrir á þessu ári, og hvort það sé rétt sem einhvers staðar komið fram að sjóðurinn hafi boðið fram einhvers konar aðstoð strax í ágúst. Síðan auðvitað spurningin með aðkomu annarra ríkja að Seðlabanka að því sem upp á vanda með það sem kemur fram í minnisblaðinu. Hvaða seðlabankar það eru í hvaða löndum, og síðan kannski að lokum hvort að eitthvað er í kortunni hjá Gjaldeyrissjóðnum varðandi stýrivaxtastig Seðlabankans. Þetta láta þetta nægja. Já, takk fyrir.
Rósa Guðbjörnsdóttir, varðandi gestina þá kannski vil ég taka fram að ráðherrar eru margir staddir í Helsingi á Norðurlandaráðsfundi og okkur auðmyndir kom saman að máli verði það brýnt að upplýsa þetta að við gátum ekki beðið eftir að þeir kæmu. Rósa. Já, ég vil þakka kærlega fyrir þessa yfirferð ykkar en ég ætla að koma inn á þetta sama Magnús Stefánsson kom inn á skilyrðin þegar þetta skref var tekið á föstudaginn og það kynnt að þá var lítið gefið uppi þau og í ljósi þess að stjórn sjóðsins ætti eftir að fá þessa kynningu á því sem sendinefndin væri búin að komast að niðurstöðum og þeir ættu ekki að fá að lesa það í fjölmiðlum. Þess vegna ítrekaði það, mér langaði að fá það aðeins nánar hvort það væri orðið tímabært núna að segja okkur kannski nánar frá því hver þessi skilyrði hugsanlega eru og þá kannski líka varðandi það leit þannig út líka að væri mjög mikilvægt að þarna hefði náðst að aðgreina ágreiningin við Bretana og Ásmundur og þið svona lýsið því að það nú svona kannski eftir að koma í ljós en þið ekki bjartsýnir á fyrst að það komið þetta langt að það sé í raun og veru verið að aðskilja þau mál. Já, þá ætlum ég að gefa ykkur tækifæri til að svara þeim spurningum sem komnar eru. Hvor ykkur ætlaði að byrja? Ég myndi kannski vilja byrja þá bara í grundvallaratriðum á því síðasta. Það að segja bæði hjá Rósu og Magnús þegar spurt skilyrðin og ég held að sé bara að segja það að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hann metur það skýrt þannig að íslensk stjórnvöld séu hér búum við stjórnkerfi sem að bæði pólitískt og stofnanalega sé þannig að það geti tekist á við vandan og ekki að gera neina kröfur breytingar á þeim efnum. Það sem sjóðurinn fer fram á í rauninni að við hegðum okkur eins og við verðum að gera, þar að við segja við sínum ábyrgð, aðhaldssemi og tökum þannig á málum að það sé líklegt að við vinnum okkur út úr þessum vandræðum. Það ekki kröfur það að við förum í að það enga kröfur varandi íbúðalánasjóð sem hefur oft verið nefndur í þessar umræðu, það rétt bara að taka það fram. Þannig að það ekki kröfur ákveðin niðurskurð á fjárlögum eða ákveðna skattlagningu eða eitthvað þess háttar. Það ljóst að það verður að mæta þeirri þröngu stöðu sem við erum í. Það alveg ljóst. Það þrengir að í fjármálum hins opinbera og verður að taka á því að festu en ég held að sé sama hvað af þessum þáttum við skoðum. Þá alveg ljóst að aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins án þeirrar aðstoðar sem hún veitir okkur til þess að geta tekist á við þetta í umhverfinu þá verða þær þrengingar í fyrsta lagi minni og í öðru lagi vonandi skammvinnari heldur en þeir hafa verið við verum að takast á við þetta án Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þannig að hann ekki að setja okkur í þrönga stöður sem við getum ekki ráði við. Það liggur ekki fyrir ákvörðun stýrivexti. Það er það eina sem ég get sagt það efni. Það mun Seðlabankinn ákveða væntanlega fljótlega en það eins og kom fram í máli Friðriks að við verðum að tryggja það að við séum með stöðuleika í gengismálum til þess að geta náð stöðuleika í verðlagsmálum og stöðuleika í rekstri fyrirtækja og þess vegna afkomu fólks. Þannig að ef við metum það saman þá kann vel að vera að það verði stýrivaxtahækkun að ræða og þá verða menn að meta það í tvennuljósi. Það annars vegar þau áhrif sem það hefur á tilfærslu fjármagns á milli landa, vilja fólks til að koma með gjaldeyri til Íslands og svo framvegis. Og við verðum að meta það hvort eða hugsa til þess í hinnar öndina leið að við erum að vinna að prógrami sem við verðum að fá seðlabankana í löndunum í kringum okkur til að treysta á. Við erum ekki bara að vinna það út frá einhverju kröfu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, heldur að vinna það út frá einhverjum aðferðum sem eru líklegar til þess að aðrir vilji vinna með og það þegar í gangi eins og þið vitið að ræða við aðra seðlabanka, slíkar umræður hafa staðið yfir í nokkra vikur og það ljóst að hjá mjög mörgum þeirra, flestum þeirra, kannski nánast öllum þeirra, þá einhver aðkoma Alþjóðagjaldeyrissjóðsins forsenda fyrir aðkomu vegna þess að þau vilja að það sé, við skulum segja, alþjóðlegu stimpill á því að við séum að taka þannig á málunum að það sé líklegt að við komumst í gegnum þetta og þá kannski líka leið að það sé ljóst að við höfum burði til að vinna okkur út úr því. Því auðvitað aðstoð annarra í lánaformi, hún alltaf að einhverju í aðra röndina háð því að menn horfi fram til þess að þeir
geti náð sínu aftur. Já, Friðrik. Já, ég held að Ásmundur hafi tekið af flestu, kannski aðeins tvo punkta varandi hvort eitthvað hafi gerst fyrir á þessu ári, þá mér einfallega ekki kunnugt á það. Ég var ekki í þessum málum þá. Varandi gengismálin, að þá þegar krónan verður sett aftur á flot, að þá það eðlilega að það veit enginn nákvæmlega hvernig markaðurinn kemur til með að þróast. Þess vegna skiptir mjög miklu máli að gera þetta með þeim hætti að hvað maður segja, þessi mesta líkur að þetta takist, og til þess þarf þessi atriði, það þarf nokkuð þétt aðhald í peningamálunum, þannig að það sé ekki mjög mikið að lausu fé sem getur streymt úr krónunni yfir í gjaldeyri. Það þarf sterkan gjaldeyrisforða, þannig að það sé algjörlega trúverðugt sú fyrirætlun að við getum gripið inn í gjaldeyrismarkaðinn ef þörf krefur. Og sömuleiðis kann að þurfa tímabundið að takmarka einhver leyti fjármagnsflutninga, þótt að sé hugsanlegt þótt að verði opnað að öðru leyti á venjuleg gjaldeyrisviðskipti. Þú meinar þá gjaldeyrisskömmtun? Nei, alls ekki gjaldeyrisskömmtun. Aðeins það það sem að gerðist, hvað maður segja, þegar var opnað fjármagnsflutninga til láns og skamms tíma við önnur lönd hérna upp úr með EES-samningnum, að það kann að þurfa að fresta því eitthvað að slíki flutningar eru lokaði núna. Fyrsta skrefið væri að opna á alla venjulega vöru og þjónustu, öll venjulega vöru þjónustuviðskipti, vaxtagreiðslur, launagreiðslur og annað slíkt. Þannig að það komi sem allra fyrst í lag. Já, aðeins að bara út að ég sagði þú tókst það með orða á þann að þetta geti tekið núna rúma viku og sagt daginn að þetta myndi kannski ákvörðunir tekin í þessari viku. Já, þá held ég að það verið talað 10 daga. Ég held að sé miðað við snemma í næstu viku. En það er kannski rétt að bæta inn ef ég má formaður að auðvitað eru samskipti við aðra aðila í gangi, þau bíða ekki eftir þessari niðurstöðu. Frágangráðin kann hins vegar að bíða eftir því. Og við erum, bara til að hafa það alveg klárt, við erum í dag búin við gjaldeyrisskömmtun í reyndin. Það liggur fyrir forgangsröðun í bönkunum það hvernig þeir afgreiða umsóknir gjaldeyrisnot. Þannig að við erum að fara út úr því eins langt og við getum og eins hratt og við getum, en ég held sé ástæða til þess að árétta að það er ekki það sem að þeir setja á oddinn að verði klárað allt í einu, þannig að við opnum bara allt strax og þetta gerist. Já. Eða strax og samkomulagi næst. Þá ætlum ég að veita Lúðvík Bergvinssyni orðið. Þakka þér fyrir formann og þakka ykkur fyrir þessa yfirferð sem var mjög góð. Auðvitað er það þannig að það er náttúrulega ekki búið að útfæra allt í þaula, það er búið að leggja hér upp svona ákveðna línur sem síðan verða kynntar Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og hann væntanlega tekur afstöðu til þeirra. En það er kannski tvennt eða þrennt sem að ég hefði viljað spyrjast fyrir Í fyrsta lagi er það endurreisn bankakerfisins. Ef það er eitthvað sem að þessi bankakrísa hefur kennt okkur, að þá er alveg ljóst að fjármála og bankakerfi heimsins eru rekin á ábyrgð almennings, ef svo má að orði komast. Það er að segja, allir sem hafa lent í einhvers konar bankakrísu, allar þjóðir, að þær hafi á einn eða annan hátt tekið fjármagn af skattpeningum og fært inn í fjármálakerfi, hvort sem er beint inn í bankana eða á annan hátt. Þannig að þegar ég spyr endurreisn bankakerfisins, þá hlýti ég að spyrja hvort að þessi áhættu þáttur verði ekki að einhver leyti tekin inn við endurreisn bankakerfisins, þar að segja hann hvort það þurfi ekki að einhver leyti að endur skilgreina þá áhættutöku og það regluverk sem bankarnir vinna eftir í ljósi þess í reynd þeir reknir á ábyrgð almennings, hvort sem það eru einkabankar eða ríkisbankar. Þetta finnst mér skipta miklu máli. Í annar stað vil ég líka nefna það, af því að það er alveg saman hvernig við byggjum endurreisum íslenskt samfélag eftir það sem undan er gengið, að þá er lykilatriði því að fyrirtæki og einstaklingar komist þokkalega frá þessu.
þar að segja þeir komist í gegnum þetta. Og einn liður ef við bara horfum á þetta, þá staðreyndin sú sko, að ef skuldir og eignir hafi verið nokkurn veginn jafnar, þá staðan orðin svona. Það er að segja verðmæti hafa horfið úr samfélaginu svo ummunar. Svo ég hlýt að spyrja sko í því ljósi hvort að menn horfi ekki einhver leyti til þessa varðandi sko samvinnu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, sem síðan forsenda samvinnu við önnur ríki. Það er að segja við reynum að tryggja þá einhvers konar regluverk sem tryggi það við komust sæmilega í gegnum þetta, hvort sem það verður þá með niðurfærslu á skuldum, framlagi ríkisins eða breyttum reglum sem að þessu lúta. Þetta finnst mér vera svona stóru atriðin ef að við eigum að geta komist í gegnum þetta, því að það er alveg saman hvernig við reynum að styrkja ríkissjóð og svo framvegis. Ef að einstaklingar og fyrirtæki ekki í lagi, þá er þetta að gleyma öllu öðru. Já, Gretar Mar Jónsson. Já, í fyrsta lagi það reyndar svo spurning komið fram síðan með það er að segja skilyrði að hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Síðan er það skuldir ríkisins, hvað það eru miklar og hvað er áætlað þörfin, og búið að skilgreina það hvað þarf mikið vegna atvinnulífsins. Það er að segja fyrirtækja sem eru í dag í rauninni gjaldþrota, skulda meira heldur en eiga að eignum, þarf að fá veðköll inn í þessi fyrirtæki, þarf hvað þarf mikla peninga inn í þetta til þess að halda þessum hjólum atvinnulífsins gangandi. Og kannski spurning með, eru skuldirnar í nýja bankanum sem atvinnulífi skuldar eða þeim gamla, eða þeim gömlu? Ég finnst það þurfa að koma fram, hvort að þeir séu skildir eftir eða hvort það eru tekna með, og þá áætla hvað þarf atvinnulífið af peningum til þess að geta haldið áfram. Eða hver er hugmyndin? Er hugmyndin að skera niður skuldir af fyrirtækjum og þá væntanlega einstaklingu líka? Og hvað er ætlað að þurfi mikið fé í eigið fé þessara 3 banka og hugsanlega sparisjóða? Og síðast en ekki síst, hvað þarf mikið eigið fé inn í Seðlabankann sem virðist vera tæknilega gjaldþrota þannig að séð? Svona til að byrja með þetta. Já, Bjarni Benediktsson. Ég vil nú byrja á því að þakka ykkur fyrir þessa yfirferð og þetta minnisblað sem við fáum hérna frá okkur. Mér langar til þess að víkja aðeins að svona horfunum, og hér búið komin á það að í þeim forsendum sem að lagðar eru fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn vegna lánsbeiðninnar, þá fjallað um horfurnar og aðgerðir stjórnvalda til þess að grípa til efnahagslegra aðgerða í þeim tilgangi meðal annars að stöðva skuldasöfnunina og lækka síðan þegar framlíða stundir skuldirnar, samhliða því að efnahagslífið nær sér aftur á strik, eins og segir hérna í minnisblaðinu. Í þessu samhengi þá vildi ég spyrja út í forsendur fyrir hagvaxtarspá, því að þessir geti hérna hjá okkur að hagvöxtur muni ná sér aftur á strik jafnvel árinu 2010. Mér langar að spyrja aðeins út í svona helstu megin hagvaxtarhvatana sem menn eru að horfa til, að hvaða marki nýjar framkvæmdir skipta þá máli í þessu samhengi, og tímasetning þeirra. Síðan í annan stað þá langar mig til þess að spyrja út í þetta atriði sem að Friðrik Már kom aðeins inn á áðan, og ég held að skipti gríðarlega miklu máli. Það er að segja til þess að við náum aftur virkum gjaldeyrismarkaði þá þurfi útflutningstekjur að skila sér hingað heim. Nú er það þannig að ýmsir aðilar hafa verið að spá allnokkru verðbólga núna til skamstíma litið, jafnvel í kringum 20%. Það geti að öðru óbreyttu gefa manni tilefni til þess að óttast að það væri ekki til staðar nægilegi hvatar fyrir menn til þess að taka gjaldeyri heim og snúa þeim yfir í krónur, vegna þess að hættan er svo að krónuna brenni upp í verðbólgunni. Og mín spurning er þá svo,
hvað getum við gert til þess að mæta þessu mögulega vandamáli? Er nægilegt framboð af verðtryggðum skuldabréfum til að mynda eða öðrum úrræðum til þess að mæta hættuna á því að menn forðist bruna í verðbólgunni og tefji það að koma heim með gjaldeyri. Við vitum það að sumir hafa enga valkost í þessu, þeir þurfa einfaldlega að ráðstafa útflutningstekjunum sínum til að standa undir kostnaði hérna heima, en það er ákveðin hætt á því að umfram getan, hún sitji á kantinum og bíði þegar menn horfa fram á þennan möguleika. Já, þá ætla ég að biðja ykkur að svara þessum spurningum sem fram hafa komið. Hvor myndi byrja? Ásmundur? Já, það er kannski rétt að ég byrja allavega með það sem snýr að endurreisn bankakerfisins og því sem er í framhaldinu af því að það er náttúrulega alveg rétt að þar verður ríkið að koma inn með beinum hætti til þess að tryggja eiginfjárstöðu í nýjum bönkum úr fyrirtækjum sem ekki hafa burði. Og við höfum verið að reikna með því að það hversu mikið það er, við höfum reiknað með 10% eiginfjárstöðu í nýju bönkunum og það hefur, ef þið leggið saman þær fréttatilkynningar sem hafa komið frá fjármálaeftirlitinu máli, að þá hygg ég að heildartalinn í því séu svona 380 milljarðar sem er þá lagt inn í bankana með hvað formi sem að það endanlega verður frá gengið. Næsta skrefið er að það þarf að tryggja skilin milli nýju og gömlu bankana og þá er meginreglan í sjálfu sér sú að það er verið að færa virku eignirnar inn í nýja bankan þannig að fyrirtækin haldi áfram og sum af þeim geta, eins og kom fram réttilega, verið mjög lemstruð í rekstri, ekki endilega alltaf vegna eigin rekstrastöðu, stundum vegna þess að þau hafa átt skuldbindingar á fyrirtæki sem ekki standa við sitt eða þau hafa fjárfest í einhverju sem er orðið lítilsvirði. Þannig að það er mikil úrvinnsla í málum líka í nýju bönkunum. Það er rétt að bara vekja athygli á því. Vandamálin eru að hluta til flutt inn í nýju bankana og nýju bankarnir verða að takast á við þau. Þriðja atriði sem er síðan rétt að nefna í þessu er að auðvitað verður að verja eignir gömlu bankana. Það er kröfur sem að þessir aðilar eiga á bæði íslenska aðila og erlenda til að reyna að tryggja sem minnst fari forgörðum í öllum þessum ferli. Grunnatriðið þegar við erum að skoða bankakerfið er að við vorum með bankakerfið sem var 12-föld landsframleiðsla Íslendinga. Talan getur verið ekstra á milli 11 og 13 eftir í hvernig við reiknum gengis meðferðin og svo framvegis. Við erum núna að tala bankakerfi sem að væntanlega verður tæplega þrefalt landframleiðsla. Það er svona stærða hlutföllin. Þannig að það er svona 1/4 af því sem það var bankakerfið sem verður. Og það er alveg ljóst að við erum hér að bakka töluvert mikið aftur á bak í svona þessum erlendu samskiptum fyrir hönd bankakerfisins. Það er ljóst að það verður þrengra bankakerfi í þeim skilningi, kannski svolítið líkara því sem við höfðum áður en þessu útrás hófst. Og það er líka alveg rétt eins og hér er bent á úr mörgum áttum að reglurnar í fjármálakerfinu öllu, regluverkið í öllu, það þarf að taka það til endurskoðunar. Og það er engin ágreiningur það milli íslenskra stjórnvalda og EMF að það er mjög brýnt að gera það. Og við skulum líka muna að það er ekki bara á Íslandi sem að menn eru í þeim ferli. Það er út allan heim sem að menn átta sig á því að þetta hefur verið kannski á laust í rásinni til þess að tryggja svona öryggið í bankaviðskiptum og það er verið að gera ráðstafanir til þess að koma því betur fyrir og það er búið að leggja drög að því að það verði tekin heildar yfirferð skulum við bara segja regluverk fjármálakerfisins til þess að við getum nýtt okkur reynsluna af þeim vandræðum sem við erum í núna og tryggt okkur að við séum í betri stöðu seinna. Seðlabankinn hann verður fyrir áföllum út af þessum repóviðskiptum svokölluðu og það er ekki alveg endanlega tala komin það en ég veit ekki hvort ég á að nefna þá vinnutölur sem við erum með í augnablikinu en allavega það er eitthvað vel á annað 100 milljarð sem að verður þar. Ég ætla ekki að fara nákvæmar inn í töluna. Það er kannski rétt að þú takir þá bara við að mér. Já, ég ætla kannski bara rétt bæta við varandi svona bankakaflan.
að það auðvitað mjög mikilvægt að bæða að fara vandlega það hvernig hægt að koma í veg fyrir einhver fjölda hrun, gjaldþrot og svo framvegis og þar auðvitað ábyrgðin rík hjá nýju bönkunum. Það ýmsar leiðir í þessu án þess að það valdi ríkissjóði kostnaði sem að hlýtur að skoða. Hittir hana að það er líka mjög mikilvægt að huga því hvernig hægt að hjálpa fólki og fyrirtækjum að komast fljótt á lappirnar. Það hvað sem gert verður, þá verða einhverjir í erfiðleikum og einhverjir verða gjaldþrota. Það er klárt. Það skiptir mjög miklu máli að það laga- og regluumhverfi sem er utan þau málöll sé þannig að það gerist hratt og skilvirkt að það sé unn úr þeim málum og fólk komist að stað á nýja leik. Og þetta er enda hluti, þetta er eitt af þeim atriðum sem er verið að skoða. Nú var þetta skilyrðin að þá ætla ég bara að hnykkja á því að það sem við höfum verið að fara yfir hérna, það eru skilyrðin. Þetta er sko beinfallega þannig, þetta er ákveðin kostgefnisathugum má segja sem fer fram. Ísland er með sínu laga umhverfi og reglu umhverfi hvað sem fólki finnst það, hluti af evrópska efnahagssvæðinu og svo framvegis, er bara með þann í kerfi að það er engin ástæða fyrir alþjóða gjaldeyrisjóðinn að vera að óska eftir einhverjum breytingum þar á, einhverjum meira átta breytingum. Öðru leyti heldur að auðvitað er það augljóst að við hljótum að fara yfir okkar lag og reglu umhverfi í bankamálum. En það er í sjálfsög ekki vegna þessi skilyrði frá alþjóða gjaldeyrisjóðnum. Nei. Það er bara einfaldlega eitthvað sem við vitum öll að við verðum að gera. Það sé alveg ljóst. Varandi forsetna þá aðeins, varandi hagvextar spána, ég held að sé það sem stendur út af. Sko, þá, eins og ég nefndi, þá samdráttur á næsta ári verður augljóslega í einkaneyslu. Ég meina, það verður tölvist mikið skerðing kaupmáttar, fólk hefur glata mikla eignum, og útlánageta bankakerfisins verður líka eitthvað veikari heldur en áður, reikna maður með. Þannig að það er alveg klárt mál að það verður samdráttur þar. Sama má raunverulega segja með svipuðu rökum fjárfestingarnar, það eru horfur á tölvöld miklum samdrætti þar. Aftur á móti hjálpar útflutningur og hefur bara til. Það sem kemur svo í því sem fylgir á eftir, þá vantarlega ná þessir eftirspurnar þætti sér á strik, bæði einkaneysla og síðan fjárfestinga þegar verða horfur á meiri hagvexti, og útflutningurum vantarlega allan tíman styður við, vegna þess ef maður gerir nú ráð fyrir því að gjaldeyrismarkaður og eðlileg viðskipti við önnur lönd komist í lag, sko, að þá kemur útflutningurinn til með að búa við mjög hagstæð skilyrði, bæði sjávarútvegur og raunar alla greinar, ferðaþjónustu og svo framvegis. Þannig að það er þaðan sem að drifkrafturinn ætti að koma á næstunni. Já, ég ætla þá að bæta við spurningu sjálfur. Það er fyrst þú talar að viðskiptajöfnunin geti jafnvel verið jákvæður. Hvar telur þú að jafnvægisgengið, og hefur sjóðurinn eitthvað að skoða það, alltaf gjaldeyrisjóðurinn, hvað jafnvægisgengi ætti að vera svona mælt með gengisvísitölunni, hvort það er 180, 170 eða 160, og þá að tekna til raungengis og launa hér á landi og semst viðskipta afgangsins sem fyrir sér er. Svo er það önnur spurning, það er varðandi íbúðalánasjóð. Nú er meiningin að hann kaupi lán bankana. Hvernig greiðir hann? Greiðir hann með reiðufé eða með skuldabréfi, og ef hann greiðir með reiðufé verður þess afla þá með útgáfu íbúðalána á skuldabréfamarkaði. Og svo vil ég geta með það sem við talaðum breytingandi framtíðar. Þessi nefnd hefur fyrir svona 2-3 árum rætt bæði krosseignarhald og raðeignarhald fyrirtækja, og eins hefur hann rætt áhrif jöklabréfa á efnahagslífið. Er fyrir einhverjar lagabreitingar þá á heimsvísu síðan þér er kunnutum til þess að laga þetta fyrirbæri sem er krosseignarhald og raðeignarhald, sem að býr til óveðsetjanlegar eignir fyrirtækja sem samt eru veðsettar. Og þá ætlum ég að gefa
orðið til Katrínar Jakobsdóttur. Já, takk. Og takk fyrir þessa yfirferð. Ég eiginlega með 4 spurningar. Það kom fram hérna áðan hjá okkur að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setur enga kröfur samninga við Breta eða aðrar þær þjóðir þar sem íslenski bankar áttu útibú nema að það ferli sé gagnsætt. En hins vegar velti ég fyrir mér hvaða áhrif geta þessir slíkir samningar haft inn í stjórn sjóðsins þar sem við vitum að fulltrúar þessara þjóða sitja. Teljið að það sé einhverju möguleikar á því að fulltrúar þessara þjóða muni beita sér þarna inn í stjórninni fyrir því að samningarnir þróist í ákveðna átt og engin formleg skilyrði séu sett. Ég er aðeins að velta vöngum því að sjálfsögðu finnst manni þetta vera að þetta auðvitað talsvert stór póstur sem þarna liggur og verður erfitt að ganga frá ef þarf að greiða upp í topp. Í öðru lagi þessi efnahagsáætlun stjórnvalda, hún unnin þá með ráðgjöf Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sú ráðgjöf í einhverja eina átt þegar kemur að því að koma lagi á ríkisfjármál og þá velti ég fyrir mér auðvitað niðurskurður ríkisútgjalda versus skattahækkanir, verið að horfa á báða þessar hluti í þessari efnahagsáætlun þegar kemur að því að stilla af ríkiskassan. Í þriðja lagi með að setja gengi á floti, ég velti því hreinlega fyrir mig hvað þarf gjaldeyrisvaraforðinn til að vera stór til að það sé raunhæft. Af því að mann hefur sýnst að þetta geti orðið ansið flókin aðgerð og varaforðin þurfa að vera ansið massífur til að það gangi eftir. Í fjórða lagi með endurreisn bankana, það er rætt hér að endurskoða laga og regluverk. Ég velti fyrir mér eignarhald á bönkum því nú þekkjum við það frá nágrannalöndum okkar eftir bankakrísuna þar, Noregi og Svíþjóð, að síðan þá hefur ríkið verið með frá 25% upp í rúmlega þriðjungs eignarhlut í stærstu bönkunum þar til að geta haft svona áhrif á þróun mála. Tel ég að það sé eitthvað sem sé við hæfa að skoða núna þegar það verður farið yfir bankakerfið eða jafnvel að ríkið verði alfarið áfram með rekstur einhverja banka. Þetta var held ég þessar 4. Já. Gunnar Svavarsson. Já, takk fyrir það og takk fyrir þessa yfirferð og sérstaklega fyrir þetta minnisblað sem að þið leggið hér fram og ég er með 4 spurningar sem byggja þá á minnisblaðinu. Það er sagt hér að samkomulagið við IMF byggja á áætlun íslenskra stjórnvalda sem er þá eins konar efnahagsáætlun eins og ég skil og ég spyr einfallega er þessi efnahagsáætlun þá lögð fram sem viðauki við þetta samkomulag og hafa þá IMF sjálfur komið að gerð þessar áætlunar er hún alfarið á höndum íslenskra stjórnvalda. Í öðru lagi þá er fjallað það að Seðlabankinn og fleiri séu að leita að viðbótar lánalínum upp á alltaf 4 milljarða bandaríkjadala til viðbótar við þessa 2 og ég spyr hverjir eru það fyrir utan Seðlabankan sem eru að leita að slíkum viðbótar lánalínum og leið hvert er mat ykkar í þessum samningaviðræðum á heildar fjármagnskostnaðinum á þá þessum 6 milljörðum ef við gerum ráð fyrir því að við förum upp í þá á einu ári. Í þriðja lagi þá ætla ég aðeins að spyrja sambandi við bankan og Ásmundur kom hér að því að það væri mjög mikilvægt að ná virkum eignum inn í nýju bankana en í annar stað líka verja eignir eða þá verja kröfusafnið í gömlu bönkunum og ég vil bara velta því upp hvernig sjá með það fyrir sér gerast. Hver tekur ákvarðanum það hvað eru virkar eignir sem færast á annars vegar úr því að vera kröfur í gömlum banka og yfir það að vera virkar eignir. Í fjórða lagi þá var þetta nú svona kannski svipað eins og Bjarni kom hér að áðan. Það er varðandi alla kennistarðirnar sem að birtast hér í þessum minnisblæði. Það verið að lýsa því hér yfir að við sjáum 4,5% meðalverðbólgu á næsta ári í lok árs yfir næsta árið stendur hér. Það var í lok næsta árs. Já, ok. Það skýrir nú ýmislegt sko. Þegar ég sá það að þið voru með það sem yfir næsta ár. En allt í lagi, við erum núna með 17-18% verðbólgu á 3 mánaða tímabili og sama tíma að þá er spurt hér hvert verður jafnvægisgengi krónunnar. Það er sagt hér fyrsta skref er að leyfa gengin að ráðast á markaðsforsendum en samt sem áður ef við leyfum gengin að ráðast á markaðsforsendum þá ætlum við að vera með sterkt aðhald eða í raun og veru eins og þú sagði Friðrik að takmarka peningamagn í umferð en leiða þá viljum við fá ákveðna peninga heim og þá einmitt kemur upp þessar þversagnir varðandi þá verðbólgu sem að við stöndum frammi fyrir og maður veltir því fyrir sér sko er það rétta leiðin endilega í þessari miklu óreglu, í þessari miklu sveiflu þar sem að við ætlum að fara fram með takmarkandi aðgerðir
og í raun og veru að fara inn svona með tæknilega viðskiptahindranir að við séum í raun og veru að leyfa gengin að ráðast á markaðsforsendum þar sem að markaðsforsendunar ekki lengur fyrir hendi og ég bara velti þessu upp því að ég veit að markaðurum mun spyrja að þessu ekki eðlilegra að menn hafi í þessum miklu sveiflum sem verða á næstu vikum og mánuðum þá einfallega bara beinar sjónlínur sko framöndan. Takk. Það var eitthvað fast gengi bara. Í raun og veru. Nú, þá ætla ég að gefa Grétari Mar Jónssoni. Já, það var einmitt varðandi krónuna. Hvort að það væri hægt að setja hann aftur á flot og maður dregur það nú í efa að svona gjaldmiðill þoli það og kannski eftir svona áföll eins og hún hefur nú lent í blessunin. Hvort að það sé fræðilegt eða mögulegt. En það sem ég spurðum áðan, hvar væru skuldir atvinnulífsins? Ég fannst ég ekki fá nóskýr svör við því, hvort þú væru allar á sama stað, allara fyrirtæki sem væri rekstur á annar borð, eða hvort það búið að sundulega þar eitthvað, flokka úr hverjir eiga að lifa og hverjir eiga að deyja og þá væntanlega með því að láta nýju bankana yfirtaka skuldir fyrirtækja sem að eiga að lifa og aðrir að deyja. Þetta það sem að mér finnst maður þurfa að fá að vita í þessu. Og síðast en ekki síst að þá Friðrik bast að tala um að það væri vantilega góð afkoma hjá fyrirtækjum sem væri að flytja út vörur sem þegar krónan væri svona lág. Hefur einhverja hugmynd það hvað áætla megi að framleiða til dæmis í sjávarútvegi þessa stundina? Já, Bjarni Benediktsson, bæta við. Já, ég gerir mig grein fyrir því að margt af því sem við erum hérna að ræðum auðvitað háð alveg gríðarlega mörgum fyrirvörum og mikill óvissu en vegna þess að samskiptin við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn byggja á einhvers konar sýn á það sem framöndan að þá langar mig samt sem áður að skilja aðeins betur svona nokkrar af þeim megin forsendum sem að hérna eru til umfjöllunar. Sko þegar talað að hagvöxtur geti tekið að nýju við sér og seinni hluta ársins 2010 sem eftir 2 ár og að meðal þess sem að þá muni drífa áfram hagvöxtun verði að nýju vöxtur í einkaneyslunni þá verið að og í þriðja lagi þegar talað hér að innan skamms tíma getum við farið að horfa til þess að ríkissjóður fari að vinna lækkun skulda þá finnst mér verið að gefa því skinn svona þegar allt tekið saman að við séum að horfa á svona tiltölulega skammvinnt tímabil framundan þar sem að við erum að fara í niðursveiflu og þess vegna langar mig til þess að kalla eftir aðeins svona skýrari rökum fyrir því að við getum innan svona skamms tíma risið hratt aftur á lappirnar. Hér vísað til þess að það verði útflutningsgreinarnar sem muni drífa þetta áfram. Það þá ekki tilfellið að þeim mun veikari sem krónan verður þeim mun betur mun okkur ganga með að keyra þetta áfram á forsendum útflutningsins og þá ekki ákveðin mótsögn í því að fjalla það hversu mjög gengið lágt núna og eftir að styrkjast en á sama tíma segja já það verður útflutningunum vegna þess að gengið hefur gefið eftir sem að mun keyra þetta áfram. Og svo langar mig aðeins til þess að höggva eftir í þetta atriði sem ég vékaði áðan. Örugt að það séu nægilega hvatar til staðar fyrir umframgjaldurinn til að koma heim? Já, hvor og hver ætlar að byrja? Friðrik? Já, Jú, ég skal taka eitthvað. Varði jafnvægis gengið, sko. Ég vil ekki nefna neina tölu því. Það annað heldur en það að ég held og þráttur það sem Bjarni sagði að gengið er mjög veikt, raungengi krónunar er mjög veikt núna og það einlega hlýtur að styrkjast til svolítið lengri tíma litið. Kannski við setjum þetta líka í samhengi þessar spurningar sko varðandi þetta hvernig þetta fer hratt niður og síðan gert ráð fyrir því að við náum okkur nokkur hratt að stríka aftur að þetta svona fylgir í það nú þannig að mörg lönd hafa lent í svipuðu og þar með Norðurlöndin á sínum tíma. Þetta enda stærsta bankakreppa sögunar sem við lendum í hérna í hlutfalli við stærð efnahagslífsins. En enga síður að ef að staðið er rétt að hlutunum að þá á þetta geta gengið eftir að löndin hafa yfirleitt náð sér nokkur hratt á strik á ný
þótt ég segja að gengið styrkist að þá ekki þar með sagt að það verði hvað maður segja, ná einhverju meðaltali síðustu ára eða eitthvað svoleiðis. Ef við hugsaum bara Svíþjóð, sænska krónan var mjög veik svona sögulega lengi framan af eftir hrunið þar. En enga síður má gera ráð fyrir hún náði sér, eða krónan okkar náði sér töluvert á strik. Það hins vegar ekki skynsamlegt að setja fram eitthvað svona mark, vegna þess að þá maður búin að setja upp skotskífu sem hægt að skjóta. Og það er ekki skynsamlegt. Ég ætla að vísa Íbúðalánasjóði og breytingu til framtíðar til þín. Hvernig eigum við að taka þetta? Eigum við að taka þetta núna sekvensjalt? Þetta voru margar spurningar. Þetta voru margar spurningar. Það er kannski bara rétt að við reynum að megum við tala á víst. Já, skiptið við með ykkur bara ásmöndu þú núna. Ok, ég skal þá taka aðeins núna. Sko, lágt gengi eflir útflutningsatvinnuvegina en lágt gengi þýðir líka að innflutningurinn verður mjög dýr. Og það er þetta jafnvægi sem við þurfum að hafa vegna þess að við erum líka auðvitað að hugsa það hver er afkoma fólksins í landinu í gegnum þetta tímabil sem er framundan okkur. Og við verðum bara að horfa til þess. Það er hægt að segja eigum við að festa gengið. Það var eitt af því sem var til umræðu í þessari stöðu, eigum við bara að festa gengið. Og það er ljóst að ef við ætluðum að gera það, þá myndum við verða að hafa alveg gífurlegan gjaldeyrissjóð til þess að dæla út, til þess að standa á móti þeirri sókn sem gæti orðið á það gengi í bara óvissunni sem allt. Allir myndu flytja allt á milli eins og skot vegna þess að kannski treystu því ekki að þetta myndi vara mjög lengi. Þannig að við erum væntanlega ekkert í annarri stöðu en þeirri að láta markaðinn búa það til eitthvað jafnvægi og þá verðum við að spila saman, eða þeir sem halda á þeim stjórntækjum, að spila saman það að vera með traustan gjaldeyrissjóð þannig að fólk hafi tiltrú á því að það þýði ekkert að hlaupa þannig inn til þess að breyta genginu, það sé svigrúm til þess að taka á móti því, en það þýði líka að við verðum að beita aðhald í peningamálum. Þannig að það sé traust á því að menn ætli sér að verja þetta gengi sem að menn setja upp, hvaða gengi sem það verður, og ég tek undir með Friðriki, ég þori ekki að nefna tölur í því. Þannig að þetta hvort tveggja verður að vera til staðar og virka saman. Mál Íbúðalánasjóðs eru í sérstakri skoðun, eða það er að segja þessi yfirtakar sem þú nefna, og ég þori þess vegna ekki að eiginlega segja nákvæmlega til það hvaða aðferðafræði verður beitt í því sem að þar gengur á milli aðila. En það náttúrulega ljóst að það má ekki verða þannig að það þýðir bara hér sem verður að dreifa lausafé út samfélagið. Það verður að vinna skipulega að því hvernig það er gert, þannig að við höldum ákveðnu aðhaldi. Aðhalda krossegnarhaldi hlýtur að vera eitt af því sem kemur upp í skoðun almennt á reglum fjármálamarkaði. Ég get eiginlega ekki sagt neitt meira það. Og það er örugt eins og þú nefnir að það er eitt af því sem að menn að skoða annars staðar líka vegna þess að menn hafa séð það að þeir hafa ekkit séð neitt þegar þeir skoða reikninga eins fyrirtækis vegna þess þeir fela í sér yfirlit yfir reikninga annara fyrirtækja sem að síðan eru með eignarhald á þriðju hópi fyrirtækja og enginn sér til bossi í því. Varðandi alþjóða gjaldeyrissjóðinn og samskipt okkar við Breta að þá veit ég þá get ég sjálfsög ekkert fullyrt það. Við erum ekki búin að ná sáttum við Breta, við skulum alveg gera okkur grein fyrir því. Við höfum ákveðið að leggja máli til hliðar og vonandi munu þessar þjóðir ekki ganga gegn því að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hann gangi til liðs við okkur í að vinna á þessum erfiðleikum, en ég get auðvitað ekkert fullyrt það. Ég meina það verður bara að koma í ljós. Ég heldur getum ekkert sagt hann eitt öðruvísi heldur en þannig. Varðandi efnahagsáætlun sem að við, þar að segja Íslendingar, verðum að hafa fyrir okkur skýra til þess að geta unnið okkur út úr þessu dæmi, þá verðum við að horfa eins og Katrín fyrirgefðu nefndi, við verðum að hafa ríkissjóð inn í þeirri mynd mjög skýrt og það verður örugglega að taka bæði á niðurskurðarhliðinni og skattahliðinni. Ég allavega sé ekki fyrir mér að sé að fara í gegnum það að ná stöðu ríkissjóðs til endurgreiðslu á þeim skuldum sem að ríkissjóður er að axla til þess að hleypa okkur í gegnum þetta, öðruvísi en eitthvað sem komið við báða þessa þætti. En þar er ég bara að leggja svona praktískt hagfræðilegt mat á og það er alveg ljóst að það verður ykkar sem eruð í ábyrðinni fyrir hlutunum að taka ákvæðunum hvernig verður svo tekið á því hvernig á að gera það. Varðandi varanlegt eignarhald á bönkunum,
þá get ég heldur ekkert svarað fyrir það hefur ekkert verið tekin nein ákvörðun mér vitanlega endalega það og ég get þess vegna bara að lýsa mínum persónulegu skoðunum og þær eru kannski ekkert sérstaklega irrelevant í verkefni þar sem maður að vinna að því að hlutir gangi upp á þess að vera að gera það kannski endilega út frá því sem að maður alltaf sjálfur telur rétt, en ég get þó sagt það bara fyrir mig persónulega. Ég held að vandamálið í fjármálakerfinu hafi nú ekki fyrst og fremst verið vegna þess að bankarnir voru einkavæddir, heldur vegna þess að fjármagnsmarkaðurinn allur, hann var settur á flot og það eru tveir hlutir, ekki endilega tengdir hvor öðrum. Það eru margir að leita lánalínum í dag. Seðlabankinn að vinna í því, forsætisráðuneytið að vinna í því, viðskiptaráðuneytið að vinna í því, utanríkisráðuneytið að vinna í því. Það allir að hjálpast að í því. Þannig að ég held að sé bara rétt að segja að þar ganga Íslands stjórnvöld samvinnu til verka og ég hef fylgst með því svolítið hvernig menn að vinna í því og ég bara treysti því að það skili niðurstöðu. Kröfur sagt gömlu bankana og nýju bankana og það sem Grétar Mar að spyrja hvernig á ákveða hver lifir og deyr. Stærstur hluti allavegana af virku eignunum hefur verið færður inn í nýju bankana. En það alveg ljóst eins og ég sagði áðan að sum fyrirtækin þar kunna vera mjög veik og það ekki víst að þau eigi sér endilega mjög langt líf fyrir höndum. Eina sem ég get sagt í því að ég treysti því að þeir sem að vinna að verkefninu að þeir geri það á faglegum forsendum. Þannig að það sé að verið að vinna það út frá því sem bara eðlilegt með hliðsjón af stöðun í atvinnulífinu og raunverulega stöðu þessar fyrirtækja og þar kom ekki neinn önnur sjónarmið að. Veðköll kunna að koma til í mjög mörgum tilfellum. Það alveg ljóst. Og það bara eðlileg starfsemi banka að tryggja kröfur sínar eins og hann getur gert. Og þannig verða bankarnir að sjálfsögðu að vinna. Það ekki bara hægt að láta þá sem eiga þessi fyrirtæki ganga með þau svona án þess að taka tillit til þess að þeir eru í rauninni komnir með eignarhaldið yfir á fjármálastofnanir, í þessu tilfelli þá í rauninni ríkið sem að þessu. En ég hef ekki trú á því að ríkið eða ráðherrar eða einhverju slíkir aðilar hafa áhuga að koma að því hvernig þessar ákvarðanir verða teknar. Það verða teknar í bankakerfinu og vonandi á vitrænum forsendum og þá hljóta líka bankarnir að gera sér ákveðna forsendur það að sum fyrirtæki eru í þjóðanauðsyn bókstaflega að tryggja viðgang þeirra með einhverjum hætti, hugsanlega með breyttu eignarhaldi, en allt þetta verið að vinna í bönkum. Viltu bæta ykkur við, Friðrik? Já, kannski bæta nú aðeins við var til spurningu Bjarna, ég glemdi því áðan hvatarnir til að koma með fé inn í landi. Ég held að sé alveg ljóst á meðan að ef raunvextur eru neikvæðir þá ekki hvatar til að koma með fé inn í íslensku krónu. Það alveg nokkuð borðleggjandi. Þannig að sko, já, því hraðar sem það verður að skapa þær aðstæður að þessi hvata sé fyrir hendi. Það dugir ekki bara góðu vilji sko, eða að höfða til ábyrgðarkenndar. Bara varðandi kannski þetta hnykkja á þessum gengið, að festa gengið, það sko sagan hefur sýnt að það algjört óráð að reyna að festa gengi með takmarkaðan gjaldeyrisforða. Og það hefur yfirleitt alltaf endað með ósköpum. Argentína síðast lenti í gríðarlegri kreppu eftir slíka tilraun. Þannig að það að á meðan ekki annað fyrirkomulag í boði að fljóta krónunni með möguleika á inngripum að það raunverulega einu kosturinn sem við höfum. Ég valdi kostnaðinn aðeins, já, ég ætla bara aðeins að koma inn á hann að því að Gunnar spurði kostnaðinn. Þetta liggur ekki alveg fyrir fjármagnskostnaðurinn en það sko SDR mynteining eða myntkarfa sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn styðst við. Það sem að dollar, evra og jen nú svona með mestu vogirnar ef maður rétt. Það eru svona ákveðnir grunnvextir þarna sem eru vextir í þessum löndum, seðlabankavextirnir held ég,
og síðan ákveðið álag á þessa vexti. Þessi grunnvextir að ég held um 3% núna, en síðan getur komið til þess að þessi álag ofan á þá vexti. Ég get ekki sagt meira til það hvað það verður og svo framvegis. Það væntanlega samningsatriði að einhverju leyti. Bara punkturinn framleiði sjávarútvegi, hún örugglega mjög góð. Hún hlýtur að vera töluvert mikil, en auðvitað eru sjávarútvegin líka skuldsettur í erlendri mynt og það eru áhrif á heildarniðurstöðuna. En svona reksturinn, hann ætti auðvitað að vera í þessi góða horfi núna. Efnahagsreikningur margar sjávarútvegsfyrirtæki getur verið mjög erfiður. Já, hann lítur ekki vel út. Hann lítur ekki vel út, en afkoman getur verið góð. Það er kannski bara eitt sem mig langar aðeins að bara árétta í þessu sem að öllum auðvitað ljóst, og það það aðkoma Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á stöðunni núna og þess vegna annarra breytir ekki því að við erum að sigla inn í miklar þrengingar. Við erum ekki komin neitt niður á botni í hvorki afkomufalli, atvinnuleysi eða neinum þeim þáttum. Það framundan erfiður tími. Já, þá ætla ég spurningu sem ég var með, að því ég var að spyrja gjaldeyrisvaraforða til að geta haldið flútgengi, því svo það meiri gjaldeyrisforða til að geta festgengi, en hvað þarf mikinn gjaldeyrisvaraforða til að geta sett krónuna á flot? Svaraði stutt. Já, bara í prinsipinu þá, ef það er fullkomið flotgengi, þá þarf enga forða. Því að þá lefum maður bara gengin að falla eins og þar. En hér talaði sko til að geta festgengi. Já, en það er ekki ætlun. Ætlunin er að geta dempa sveiflur upp að vissu marki. Og því leggja ekkert mat á hvað það er. Nei, og það væri mjög óskiljanlegt líka að fara að gefa út einhverjar yfirlýsingar á. Það væri nú eiginlega bara heimska að nefna tölur. Það er ekki. Og þá hafa 2 þingmenn beðið orðið og ég ætla að gefa þeim orðið, en eftir svörun ykkar þá koma fulltrúa flokkan að gefa álit, að lýsa afstöðu sinni til málsins. Og það er Ögmundur. Já, þetta margt fróðlegt sem hér hefur komið fram. Ein svona teknísk spurning varðandi lánveitingar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það er að segja, er þetta fjármagn sem samið til sem sagt endanlega, er endurskoðunar ákvæð einhver inn í þessum samningum? Tengist því hvort hann hafi skrúi á okkur svona síðar meir? Nú varðandi vangaveltur Ásmundar frjálsa fjármagnsflutninga í alþjóðavæddum heimi, að það svona hafi hugsanlega átt þátt í því hvernig komið fyrir okkur. Ég ætla nú ekki að gefa mér að hann sé að gagnrýna EES-samningin, en það var samið frjálst fjármagnsflæði í aðdraganda hans og síðan fest þar á óafturkræfan hátt þegar við gengum inn í EES. Sjálfur í þeirra skoðunar að það hafi komið okkur í koll að einkavæða bankana í okkar smáa hagkerfi, þar sem að sömu aðilar gátu átt viðskiptabanka og jafnframt fjárfestingarsjóði og lánað sjálfum sér úr vösum sparifjáreiganda og annara sem að treystu bönkunum fyrir fjármunum sínum. Það hafa komið fram tillögur ítrekkaða í þinginu af hálfu okkar í Vinstrihreyfingunni grænu framboði að aðskilja þetta milli viðskiptabankana og fjárfestingarsjóðana hins vegar. Þetta nú bara svona afstaða sem að ég vildi að fram kæmi. Nú, það ljóst að það ekki hægt að hafa allt undir eða gera allt í einu. Það hefur verið okkur mjög mikið áhyggjuefni mörgum hve misvísandi yfirlýsingar hafa komið úr munni ríkisstjórnarinnar og einstakra ráðherra. Jafnvel frá sömu ráðherrum hafa komið misvísandi yfirlýsingar hver ábyrgð væri gagnvart inneignum fólks í bönkunum. Það er ekki að skrifa á ykkar ábyrgð, ég er bara að lýsa yfir áhyggjum yfir því hvernig að málum hefur verið staðið, og í annan stað að þá var það mörgum okkar mjög mikið áhyggjuefni hvernig ríkisstjórnin fór af stað í viðræður við Hollendinga og undirritaði samninga þar á mjög vafasömum forsendum og gekk til viðræðna við Breta upphaflega á mjög svona ótryggum grunni, þótti manni vera.
hvernig þið metið stöðuna núna, hvort ríkisstjórnin er að komast aðeins niður á jörðina hvað þetta snertir, svona hafið aðeins fastar land undir fótum og viti hvað hún raunverulega vilji í þessum efnu, því að það var svo að skilja að hún vissi það ekki. En það er ljóst af ykkar máli að það er mjög óljóst hverjar skuldbindingar Íslendinga eru varðandi útlönd. Hvaða er sem að kemur til með að hvíla á skattborgarunum til framtíðar. Þess vegna fannst mér svolítið svona ágætur bjartsýnistónn hjá þér, Friðrik Már, því varst að tala að við kemumst tiltölulega fljótt út úr þessu, en samkvæmt þessu er náttúrulega bara stórt spurningamerki þarna uppi. Það er að segja hverjar skuldbindingar okkar sem þjóðar koma til með að verða inn í framtíðina. Að lokum varðandi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og þau skilyrði sem hann setur, þá var það nú svo að í júlímánuði kom sendinefnd á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hingað til lands, var með ávítur uppi í garð íslenskra stjórnvalda, meðal annars ákvörðun að rýmka veðheimildir Íbúðalánasjóðs, var með kröfur að Íbúðalánasjóður yrði gerður á hlutafélagi og aðskilinn frá ríkinu, ríkið yrði ekki lengur bakhjarl sjóðsins. Það voru ávítur og hvatningar orð upp það að það ætti ekki að láta undan þrýstingi eins og það hét á máli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gagnvart kröfum á hendur almannatryggingum frá starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga. Menn skyldi ekki láta undan þrýstingi gagnvart þessum aðilum og annað af þessu tagi. Þess vegna vakti það svolítinn óhug hjá mér þegar ég heyrði ykkur lýsa því yfir hér áðan að pólitískt, og það var hugtæki sem var notað, að pólitískt og stofnanalega væri engar áhyggjur að hafa. Og þess vegna spyr ég, þegar þið núna fullyrðið, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé ekki að stilla kröfum upp á hendur íslenskum stjórnvöldum, hvort að það sé óþarfi, vegna þess að pólitískt þá megi treysta því að þessu unnið á þeim forsendum sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn leggur til grundvallar. Þetta eru pólitískar spurningar sem ég er að setja fram og í rauninni ekki ætlast til að þið svarið þeim. Þið eru ekkit ábyrgir gagnvart þessu, en ég er bara að viðra þessar áhyggjur mínar þegar að þið segið að það sé ekki ástæða til að hafa áhyggjur. Og aðeins eitt, Friðrik Már, því að þú varst sérlega svona hafður jákvæð orðum það hvað Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefði litið Ísland jákvæðum augum. Ég er búin að hitta nokkra þessar nefndir að máli þegar það hafa komið hingað. Aldrei nokkuð tíman hafa þær haft uppi varnaðarorðið að gagnrýni nokkra út af markaðsvæðingu samfélagsins, út af þotuvæðingu samfélagsins, út af óhófinu og bröðlunu og hvernig peningar hafa verið svogaðir út úr þjóðfélaginu og settir inn í mjög óábyrgar fjárfestingar. Það hefur aldrei komið inn eitt einasta gagnrýni stuna frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Og þess vegna segi ég, bara veg athygli á því, að þegar því er núna list yfir, að pólitískt þá telji Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af ríkisstjórn Íslands. Þetta vekur óhug hjá mér. Eftir svörðið þá getur bætt við. Elleftur Skram, hann vil spyrja. Það er lokin. Það eru, núna blasir það við, það eru fjölmörg önnur lönd eða þjóðríki sem eru að banka dyrnar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Við heyrum daglega af því að hvernig verðbréfa markaðurinn er að hrynja og það er verið að spá þeir svartsýnustu heimskreppu á borðið 29. Hefur þetta ástand í heiminum einhver áhrif á þessar aðgerðir eða þessar fyrirætlanir okkar þannig að það getur allar hrunið til grunna ef allt fyrir að versta veg í heiminum? Já, það var Bjarni Bendi sem vil bæta örlítið við spurningar. Það er nú kannski bara tilefni á því að ég les þannig í svona þau skilaboð sem við fáum á þessum fundi að það verði framleiðslugreinarnar sem að muni hjálpa okkur út úr vandanum, útflutningsgreinarnar, ferðaþjónustan í landinu sem að
afla okkar allar gjaldeyristekna. Það langar mig til að spyrja, sko, nú liggja fyrir áform nýjar verksmiðjur, bæði í Helguvík og fyrir norðan, sem að hægt að geta sér til svona ef að allt gengur eðlilega fyrir sig, hvernig þær geti hafið framleiðslu. Eru þessar nýju verksmiðjur með í þeim spám sem að eru lagðar til grundvallar hér í viðræðum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, og hversu miklu máli skipta þær í því samhengi, hversu miklu máli skiptir að ekki verði neinar tafir á því svona þeim tímaramma sem verið að hugsa í tengslum við þessi tvö verkefni. Já, þá östuð spurningar frá Gunnari Svavarssyni. Já, ég ætla bara að fylgja því eftir sem ég sagði áðan og taka undir það, ágætt að fá þetta hér fram varðandi fastgengið og floti á krónun og allt það og allt induröfti sem verður hér á næstu vikum og mánuðum varðandi sveiflunar og það verður þetta að reyna að búa til sveiflujöfnun í þessu kerfi eins og mörgum öðrum. En ég spurði að því hér áðan út af því að þú, Friðrik, hefur haft umsjón með þessum viðræðum við IMF og verið tengiliður við sjóðinn megnið af þessum tíma, að í punkti 3 í minnisblaðinu segir hér og skrifað orðgildir að samkomulagið við IMF byggir á áætlun íslenskra stjórnvalda og ég lít svo á að sé að efnahagsáætlun og þess vegna velti ég því upp, er þessi áætlun íslenskra stjórnvalda, er hún viðauki við samkomulagið við IMF? Það er ágætt að þetta komi fram. Já, og þá östuð spurning frá Grétari Mar. Já, það er varðandi þessa efnahagsáætlun sem er í gangi og verið að gera. Hvað er reiknað með að hugsanlega fiskverði eftir að lækka erlendis og við vitum náttúrulega að álveri hefur lækkað nú þegar 30%. Hvað er tekið mikið tillit til og hugsanlega breytinga erlendis inn í þessari áætlun? Já, Katrín vill bæta við. Og kannski bara bæti við þessa efnahagsáætlun sem er svona enn á huldu, sko. Gunnar spyr hvort að hún sé viðauki og ég spyr eiginlega hvenær mun hún liggja fyrir og verða kynnt Alþingi og í hvað formi verður hún og hvar verður hún til umfjöllunar? Vitið þið það? Já, þá hafa nefndamenn lokið spurningum sínum og þá ætla ég að biðja ykkur að svara og eftir þá geta fulltrúar flokkana lýst örstutt afstöðu sinni til þessa fundar og þessa málefnis. Hvor ekki myndi byrja? Friðrik, vilt þú ekki byrja? Nei, byrja þú. Ég tek hana og svo bæti ég. Ok, ég skal þá byrja. Að sko, nú erum við ekki með í þessum skilningi efnahagsáætlun sem segir það mun gerast þetta í sjávarútvegi, það mun gerast þetta í fiskvinnslu og það mun gerast þetta í stóriðju. Við erum sjálfur sér með áætlunum viðsnúning í efnahagslífinu. Það er það sem er svo áætlun sem við erum að vinna að núna. Og það liggur að baki þessum samkomulagi byggir að sjálfsögðu þjóðhagsáætlun til nokkura ára, þar sem er tekið mjög takmarkað tillit til einhverja mögulegra ákvarðana sem ekki liggja fyrir. Þannig að raunverulega áætlunin eins og hún kemur til að verða, hún verður auðvitað tölvöld í höndunum á ykkur. Við getum ekki búið hana til fyrir ykkur, þið verða að búið hana til með ákvörðunum sem að þið takið hér eða takið ekki. Allt þetta í korter. Og þannig að það er ekki sjálfur sér kannski alveg skýra línur í þessu varðandi alla þessa þætti eins og fiskverðsþróun og svo framvegis 3-4-5 ár fram í tíman í þessu, en menn verður auðvitað að leggja niður fyrir sér svona grófar línur í það hvert þetta stefnir, vegna þess að við verðum að sýna okkur sjálfum fram á það að við vinnum okkur í gegnum þetta. Það er megin málið. Og ég vil nú kannski segja, sko, ríkið er að axla mjög mikið. Það er rétt að minna ykkur á það sem ykkur staðar hlýtur að vera skráð, að skuldir hins opinbera voru síðustu áramót, hvað var það ekki? Tæp 30% af landsframleiðslu og svo tala mun hækka mjög verulega. Ég veit ekki hvort að við erum að segja, hún fer mjög hátt upp. Við erum hins vegar ekki að verða skuldsettast að þjóð í heimi, en ég hugsa að það hafi engar þjóði núna í þessari bendu sem er að ganga yfir fengið á sig jafn mikinn skell
þar sem að ríkissjóður er alltaf jafn mikið í einu eins og við erum að gera núna. Þannig að heildarniðurstaðan af þessu verður ekki skuldsettasta þjóð í heimi, en það er þjóð sem er að fá á sig rosalegan skell og við höfum bara að gera okkur grein fyrir því við höfum að vinna okkur út úr því. Þegar að ég sagði að þeir hefðu trú á, ég held ég hefði sagt að þeir hefðu trú á okkar pólitísku stofnunum. Ég er ekki að segja að gjaldeyrisjóðurinn hann hafi einhverja sérstaka skoðun á pólitískri stefnu stjórnvalda. Það má ekki misskilja mig með þannig. Ég hef þá tjáð mig mjög kjánarlega áðan ef ég hef orðað þannig. Já, það verða menn bara að meta hverja sér, sko. Ég meina það er ekki sjálf sér sjóðurinn hefur sína skoðanir, en í fyrst og fremst hefur hann bara þá skoðun að hér, við búum hér í traustu lýðræðisríki, þar sem stofnanirnar eru vel uppbyggðar, þar sem ákvarðanatakan styðst við það að fá pólitíska umfjöllun á öllum stigum. Þannig að það er það sem að ég átti við þegar að þeir segja að við þurfum ekki að vera að setja ykkur sérstök skrústykki á alla enda í samskiptum milli sjóðsins og íslenskra stjórnvalda. Íslensk stjórnvöld eru búa að lýðræðislegum stofnunum og vel virku stjórnkerfi. Það er ekkert að gera með það hvaða pólitíska skoðanir þau hafa. Það er bara annað mál. Og það er náttúrulega alveg ljóst að það er verið að vinna í þessu málu núna eins faglega og menn geta, og ég get auðvitað tekið það sem svona ákveðna viðmiðun í því efni að það hefur ekki verið sett fram nein ósku það af hálfu þeirra stjórnvalda sem ég er að vinna fyrir að ég kjósa einhvern ákveðin stjórnmálaflokk þegar að þessu verki lýkur eða meðan á því stendur hversu lengi sem aðkoma mín verður. Ég kem að þessu bara vegna þess að ég vil gera gagn og ég er nokkuð samferð þá sama á við Friðrik. Ég hef ekki spurt hann að ég heldur hvað hann kýs og mér er alveg nákvæmlega saman um það. Þannig að pólitíska hliðin á þessu og það að þú sért með pólitískt kerfi, það var það sem ég átti við Ögmundur, svo ég bara reyna að skýra það út. Ertu búin að hugsa nóg til að geta að tala núna? Já, Friðrik. Ég held að varðandi kannski samt aðeins að bæta við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Íbúðalánasjóð og það allt saman. Ég get bara, þetta sé óhætt að lýsa því yfir, það er ekki stafkrókur Íbúðalánasjóð í þessar efnahagsáætlun. Þannig að ég held að Ásmundur hafi summerað þetta ágætlega upp varðandi þetta mál að hér er ekki verið að tala um pólitíka hverju sitja við stjórn völin heldur fyrst og fremst samfélagslega innviði á Íslandi og að þeir eru auðvitað með öðrum hætti heldur en kannski hjá flestum þeir ríki sem að þurfa að sækja aðstoð frá sjóðunum. Það er nú ágætispunktur í þess að Bretland var síðasta vestræna ríkið sem sótt aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins árið 1976. Að öðru leyti þá varandi kannski frá Ellert að ég held að ég fyrir mitt leyti er bara fegin að við erum komin þetta langt með þessa vinnu. Því að það eru núna að koma upp vandi hjá mjög mörgum ríkjum. Og ég held að sé gott að tryggja sér þessa fjármögnun sem fyrst. Varandi spurningu Bjarna, þá byggði þessar forsendur satt að segja og útreikningar í þessu öllu saman var hagfræði svið Seðlabankans sem að lagði þar líkön og sérfræði þekkingu til. Og þar held ég til dæmis að sé reikna með þessar ákvörðun sem búið að taka Helguvík, fyrsta áfangan þar, en engu öðru í stóriðumálum, menna ég það. Og varðandi áætlunina almennt, að það má segja þetta í tveimur pörtum, annars vegar er almenn efnahagsáætlun sem ekki með neinum töflum heldur fyrst og fremst með efnislegum fyrirætlunum stjórnvalda. Hins vegar var unnið sameiginlega af ákveðnum forsendum varðandi þróun þjóðstærða og náð svona nokkuð góðri sátt það þótt auðvitað
slíkar spár eru bara alltaf mjög mikill óvissu háar, það er eðlilega og sérlega núna. Síðan í framhaldinu reiknaði með því að bæði Seðlabankinn og fjármálaráðuneytið gerir sína spár, venju samkvæmt og sérlega við endurskoðun fjárlaga frumvarps, eða sem sagt þegar forsendur fjárlaga frumvarpsins eru endurskoðaðar, að þá sjálfsögðu gerir fjármálaráðuneytið það. Seðlabankinn væntanlega kemur með sínar spár núna á næstunni þegar verða teknar ákvarðanir í peningamálum. Mér minnir að þessi einmitt snemmi í nóvember sem það átt að gerast hvort það var, sko. Þannig að ég reikna með að þessir aðilar bara vinna sínum verkefnum og verkefnum sem skipti ekki verði eins og venjulegt varðandi þetta. Ég bið bara, ég að gleyma einhverju? Erum að vanrækja einhverja spurningar? Ég skilja það sem svo að efnahagsáætlunin sem að þú vísar til í minnisblaðinu, hún hluti af þessu lánsfjársamkomulagi. Sko formlega þá efnahagsáætlunin nokkuð svona yfirlýsing frá íslenskum stjórnvöldum sem að samkomulagi byggist síðan á það að sjóðurinn veiti þetta lán og raunverulega það sem er þarna undir einfallega það að íslensk stjórnvöld sýni fram á samfærandi hætti að þau muni halda af ábyrgðarstjórn efnahagsmála, þannig að þau séu þess traustsverð að fá þessa miklu fjármuni að lána. Við erum að tala átt í helmingin af landsframleiðslunni hérna í heildina, 2 milljarðar frá sjóðnum og svo verið að raunverulega með stuðningi sjóðsins í raun og veru verið að sækjast þetta 4 milljörðum dollara viðbót og þetta er hálf landsframleiðsla, þetta miklu peningar. Þannig að þetta ekki, sjálfur sér ekki einhver þykk bók áætlun. Það kannski sýnir okkur að það var ég sem tók ákvarðanum að við skildum bara dreifa þessu, svo að segja hefðu það í höndunum. Það er alltaf aldrei hættulegt hvað ormaður notar, en þetta í sjálfur sér kannski meira lýsing á því út frá hverju ætlum við að vinna til þess að koma þessum hlutum í lag. Þetta í rauninni bara stefnumark, eða svona? Já, það stefnumark en það líka efnislegu grunnur, eins og Friðrik segir, það búið að leggja upp mat á þjóðarsáætlun. En hún ekki sundugreind þannig að við getum svarað öllum spurningum í henni og aðrar stofnanir eða stofnanirnar sem venjulega gera þjóðarsáætlanir eftir að gera þeirra. Okkar máli loki núna, Pétur, eða? Já, þá tel ég að spurningu sé svarað og þá alla fulltrúar flokkana að taka afstöðu til þessa máls og svarana sem þið veittuð og ég ætla að byrja á vinstrihreyfingunni Grænt framboð. Hvort ykkar? Ég vil að 2 mínútur. Ég vil bara lýsa ánægju með þennan fund og ykkar skýra málflutning þegar við varpað vel ljósi á málina því marki sem hægt að gera á skömmum tíma. Við höfum verið mjög gagnrýnin á hvernig stjórnvöld og ríkisstjórnin hafa komið að þessu máli og hvernig þingið hefur reynd verið hunsað varðandi alla ákvarðanatöku og stefnumótun í samskiptum við hvort sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða sjóðinn eða önnur ríki sem að reisa kröfur á hendur Íslendingum. Í þessu felst engin gagnrýni á ykkar störf nema síður síðan. Friðrik Már segir að hann sé að hverfa frá þessu verki, Ásmundur verði áfram svona í samhæfingar hlutverki. Ég vil segja það að ég tel það hafi verið mjög góðan kost að fá hann til þessara starfa og ykkur báðar enda og ég bind vonir við að þar verði lagður grunnur sem að verði okkur öllum góðs. Ég held að hann hafi mjög mikilvæga reynslu bæði frá fyrri tíð úr verkalýðshreyfingu og annar staða frá sem að komi til að nýtast vel í þessu starfi. Það breytir ekki gagnrýni mínu á ríkisstjórnina og aðkomu hennar að þessu máli. Hann hefur skýrt vel hvað hann átti við með henni pólitísku stofnanalegu aðkomu. Það breytir hins vegar ekki minni afstöðun. Því að ég búinn að lesa álitsgerðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins okkar samfélag núna í mörg ár og ég hef hitt þessar nefndir og ég veit alveg hvað klukkan slær og ég veit að þau vita líka hverjir sita við stjórn á Íslandi og hafa eflaust lesið stjórnarsáttmálann og ásetningum að markaðsvæða heilbrigðiskerfið
og ásetningum að fara með íbúðalánasjóð út á markað eða skera á nafla strengin við ríkisvaldið, og ég mun óska eftir því í umræðinu hér á fimmtudag að ríkisstjórnin geri þá grein fyrir því að hún ætli ekki að gera íbúðalánasjóð að hlutafélagi og skera þannig á þennan naflastreng, og að ríkið hætti sem sagt ekki að verða sá bakhjarl íbúðalánasjóði sem hann hefur verið. Við þurfum að fá bara upplýsingar þetta í almennri umræðu hér á fimmtudaginn. Og þá tek ég undir það sem að fram kom í máli Katrínar Jakobsdóttur hér áðan, mikilvægi þess að þingið kæmi að gerð þjóðhagsáætlunar sem vikið að í þessu plaggi undir orðalaginu að endurheimta skuli efnahagslegan stöðugleika, að þar eigi að liggja fyrir áætlunargerð. Ég vil bara þakka fyrir þennan fund og ég vil þakka formanni nefndarinnar fyrir að taka vel í að efna til þess að opna fundar. Já, mjög ljúft að vera fyrir beinni. Þá alltaf fulltrúið Samfylkingarinnar Lúðvík Bergvinsson að lýsa afstöðu sinni. Já, þakka þér fyrir formaður. Ég vil nú bara segja það að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er náttúrulega ekki spennandi verkefni í sjálfu sér. Menn leita þanga vegna þess að þeir eru komnir í mikil vandræði. Og það er svo staðreynd að eins og hér hefur komið fram að 85% af bankakerfi Íslands hafi hrunið í einu vetfangi, og þess vegna erum við að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ég og minn flokkur hefur náttúrulega sjálfsögðu lýst yfir miklu stuðningi við þessa leið, og reyndar er staðreyndin sú að þær þjóðir sem við höfum rætt við og kallast á við aðstoð í þessum efnum hafa lýst því yfir að þær muni ekki koma að málum nema IMF sé komin inn. Það er að segja að þeir muni taka hér út efnahagskerfið og kannski stimpla þá eða góðkenna ef að má sletta á þann hátt þá áætlum sem að liggur fyrir. Og þess vegna er alveg ljóst að þessi aðgerð sem er nú ekki engin óskastaða, en þetta er svo leið sem að mínu viti er best í þessari stöðu og vænlegust til þess að tryggja það að við verðum fljót að vinna okkur úr þeim öldudal sem að við nú erum í. Svo áætlun sem liggur fyrir í mínum huga bara þessi rammi sem við ætlum að vinna eftir á næstu árum. Verkefnið verður síðan það að tryggja það að einstaklingar og fyrirtæki komist í gegnum þetta. Það er algjört lykilatriði og það er forsenda þess að við komust almennilega í gegnum þetta, og það er einmitt komið hér fram hjá gestum okkar að það er eitt af því sem mun skipta verulegu máli í því að mati til að mynda samkvæmt þeirri áætlun sem liggur fyrir að við komust almennilega í gegnum þetta, og ég lýsi ánægju minni með það að það skulle líka vera þannig. Ég held í þessari stöðu þá má án efa gagnrýna sitt lítið að hverju og finna ýmislegt að, en mér finnst líka mikilvægt að umræðan snúist á það sem að skipti máli. Hér hefur aðeins verið rætt íbúðalánasjóð. Það liggur fyrir margítrekað að félagsmálaráðherra hefur lýst því yfir að það verði ekki gerð breyting á íbúðalánasjóði. Þessi yfirlýsing hefur margoft komið fram og ástæðulaust að vera að draga það í efa að það sé þannig. Þannig ég lít svo á að við séum hér bara á fyrstu stigum að marka út siglingarkort það hvernig við ætlum að sigla út úr þessari stöðu. Það má kannski lýsa IMF eða Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem einhvers konar björgunarbáti í þeim efnum í fyrstu skrifunum, en við þurfum náttúrulega að horfa lengra heldur en þetta, og ég er sannfærður það að sú leið sem nú er verið að feta er besta leið í þessari stöðu, sem er besta leið fyrir hina íslensku þjóð þó hún sé sársaukafull. Þannig við lýsum að sjálfsögðu fullum stuðningi við það leið að fara með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Já, þá lýsir Grétar Mar Jónsson afstöðu sinni til þessa máls sem fulltrúi Frjálslynda-flokksins. Já, ég ætla nú að byrja á því að þakka þessum mönnum fyrir fundin. Ég glemdi því nú í upphæði, en því að þetta hefur nú verið svona fróðlegt fyrir okkur að heyra og hlusta og heyra hvað þeir hafa fram að færa eða hvað er verið að gera, því þetta er nú það sem okkur hefur vantað raunverulega, sérstaklega stjórnarandstöðunni, að fá að fylgjast með. Það er bara þannig. Og vegna þess að Ásmundur var að tala lýðræðisríki, þá má nú kannski setja stundum spurningamerki lýðræðið á Íslandi, en það er nú svona útudúr sem ég ætla nú kannski ekki að fara mörgum orðum en við okkur blasir hrikaleg staða, og svo hrikalegasta sem við höfum sennilega
upplifað, allir sem eru lifandi núna, þeir hafa aldrei upplifað neitt þessu líkt. Það er verið að tala núna mánaðamótin að 20-30% fyrirtækja mun ekki borga laun sem mun hafa svo keðju áhrif á fólk í landinu og skuldbindingar fólks og annað í þeim túr. Og það er auðvitað bara ekkert hægt að segja um það. Það er hrikalegt og hroðalegt að við skulum vera komnir í þessa stöðu og þess vegna þegar maður spyr þessa svokölluðu efnahagsáætlun eða þjóðhagsspá sem eða þjóðhagsáætlun sem á að gilda fyrir einhverja jafnvel ár fram í tíman að þá finnst manni ólíklegt að núna á næsta ári verði bara samdráttur upp á 10% í þjóðarframleiðslu miðað við þetta sem virðist vera inn yfir okkur. Og ég held að við þurfum líka að reikna með því að jafnvel með lækkandi afurðaverðum á því sem við erum að flytja út og alþjóðlegri kreppu sem að hugsanlega á eftir að versna víðast hvar í heiminum á næstunni að þá stöndum við frammi fyrir mjög miklu vandamálum. Nú, við í Frjálslynda flokknum og ég get nú ekki talað um að fyrir sjálfa mig að því leyti ennþá að við munum örugglega styðja þessa aðildarumsókn að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og maður fagnar því auðvitað að ég ekki að hreyfa við íbúðalánasjóði sem að manni fannst stóð nú stuggur af ef það væri nú einhver partur af einhverju prógrami frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Og ég held að við þurfum nú þegar að bretta upp ermar og fara í slag við Bretana eins og við höfum nú oft gert áður og við höfum nú alltaf unnið á þegar við höfum komið í stríð, en það getur vel verið að við þyrftum að beita mikilli hörku í því og jafnvel ættum við að hugleiða það ef þeir ætla að sýna okkur einhverja hörku og fara að vinna meiri skaða, þá höfum við náttúrulega að fara beint í málaferli við þá út af þeirra gjörningi gagnvart KB banka að slíta stjórnmálasambandi við þá og reka sendiherra þeirra heim. Það er nú svona bara mín pólitíska skoðun, en auðvitað síðan ætlum við að reyna að sjá fram á við og reyna að halda áfram og þá náttúrulega svo þau gleðilegu tíðinda, menn eru farnir að hugleiða það að stækka álverið í Helguvík sem ég held að væri mjög af því góða. Þá vorum við bæði að fá peninga inn í samfélagið og til framtíða litið að búa okkur til auknar gjaldeyristekjur, þó svo að maður átti sig á því að verð á áli hefur lækkað verulega núna upp á síðkastið og mun sjálfsagt verið í lægð og meðan að þetta efnahagsástand í heiminum. En þjóðhagsáætlun á auðvitað að koma inn í þingið og verður að gera það og við verðum öll, hvort sem við erum í meiri hluta eða minni hluta, að fá að koma að því með einum öðrum hætti. Það er bara algjör lágmarkskrafa og svo bara vona maður að við náum að halda áfram og vinna okkur út úr þessu vanda, en satt best að segja þá var ég bara að viðurkenna það. Ég er mjög svartsýnn á ástandið og held að sé stundum verið að mála það allt og björtum augum framtíðina. Ég sagði það nú við félaga mína, þingmenn Suðurkjördæmis sem voru á ferðalagi með mér Suðurkjördæmi síðustu viku, að sumir þeirra ætti ekki bara að hafa sólgleraugu, þeir ætti að hafa rafsuðuhjálm líka. Takk. Já, þá ætla Bjarni Benediktsson að lýsa afstöðu til málsins sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Já, þakka þér fyrir. Ég vil nú byrja því að þakka ykkur fyrir komuna hingað í dag og ykkar skýru svör. Þetta góða yfirlit sem að þið hafi veitt okkur yfir stöðuna og ykkar vinnu. Ég held að við getum verið sammála um það að við höfum farið yfir alveg ótrúlega langan veg á skömmum tíma núna frá því að við lendum í þessari stöðu með íslenska bankakerfið og ég tel að umsókn okkar lán til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé bæði nauðsynleg og skynsamleg á þessum tímapunkti. Það sem maður hefur áhyggjur af í framhaldinu er einmitt það að þessi lánsumsókn mun ekki, frekar heldur en ein önnur aðgerð, kom okkur hratt út úr þeim vanda sem er framundan. Og í því samhengi að þá er það mínu áliti ennþá einkennandi fyrir umræðuna að við erum að reyna að fá heildaryfirsýn og margir þeirra þátta sem að skipta sköpum eru háður mjög mikilli óvissu. Þetta og við rekstur ríkisins, stöðu heimilanna, stöðu atvinnuvegan í landinu. Við erum hér að fást ennþá við það að koma aftur í eðlilegt horf
grundvallar þáttum eins og til dæmis gengi krónunar, koma á aftur eðlilegum gjaldeyrisviðskiptum við landið til og frá landinu. Þannig að við erum ennþá í grunnvinnunni og mjög langur vegur framundan, og það sem að maður hefur kannski helst áhyggjur af í því samhengi að á þeirri vegferð sem framundan að þá þarf að gæta því að skuldsetja ríkið ekki of til þess að koma til móts við þau vandamál sem að við munum þurfa að glíma við víða í þjóðfélaginu. Það verður einhvern veginn að finna gott jafnvægi á milli þess að takast á við vandann strax eða að ýta því að einhverju leyti á undan sér og dreifa byrðinni yfir lengra tímabil. Og það þetta hárfína jafnvægi sem að býður okkur að finna hérna á pólitískum forsendum á þinginu, og þó að þingið hafi ekki geta verið mjög virt í þeirri vinnu sem að búin að eiga sér stað núna síðustu 3 vikurnar, að þá mun þingið auðvitað koma að mjög miklum krafti af því að leysa öll þessi verkefni sem framundan þegar fram í sækir. Og það voru bara einfallega hérna sérstöku aðstæður sem að réttlættu það að neyðarlögin voru sett hér upp hafi mánaðarins, og þó að svo vinna sem að hefur tengst lánsumsókn til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins tengist ekki neyðarlögunum, að þá hún enga síður mjög mikilvægur þáttur í heildaraðgerðunum sem að við höfum verið að grípa til. Og ég ætla bara að segja að það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að geta kallað til kunnáttumenn til þess að koma að. Það má segja að þið hafi tekið þátt í eins konar fyrstu hjálp og hafi verið að vinna gríðarlega mikilvægt verk í því samhengi, og ég vil þakka ykkur fyrir það. Já, þá að lokum ætlar Magnús Stefánsson að lýsa afstöðu sinni til málsins sem fulltrúi Framsóknarflokksins. Já, takk fyrir. Ég vil nú eins og aðrir þakka ykkur fyrir komuna og það sem þið hafa farið yfir hér. Það er mjög margt athyglisvert og upplýsandi sem að fram hefur komið, og ég vil nú segja að mér finnst afar traustvekjandi að þið skulu vera í þessum störfum sem þið eru í. Nú en hvað varðar Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þá ég þeirra skoðunar að það sé skynsamlegt og raun og veru eina úrræði sem við höfum núna, að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og ná samkomulag við hann. Persónulega hef ég reyndað þá skoðun að við mátt að fara fyrir af stað í það, en það nú önnur saga. Málið liggur svona í dag og við þurfum auðvitað bara að klára það mál. Nú, hvað var afstöðu til hins vegar máls í heild, við hefum náttúrulega eigum eftir að fjallum svo ótal margt sem tengist þessu samningi. Þannig að það bara vinna sem að liggur fyrir okkur hér framundan og munum fara í hana. Og eins og þið hafið þetta farið yfir, þá gríðarlega margt óljóst og óvissan ótrúlega mikil. Nánast á öllum sviðum, ekki bara hjá okkur, heldur bara sjálfsög á alþjóðavettvangi. En hins vegar liggur fyrir líka að það gríðarlegu kostnaður sem við munum þurfa að bera af því að halda okkur gjaldmiðli núna á næstunni, sem raun og veru auðvitað vafasamt að megi kalla gjaldmiðil miðað við stöðu hans út á við. Þannig að við erum að tala hér gríðarlegan fórnarkostnað til þess að halda honum áfram. Og það auðvitað eitthvað sem mun koma inn í umræðuna vantarlega framöndan, hvernig við ætlum að snúa okkur út í því. Ég ætla ekki sjálfur sér formaður að hafa þetta lengra núna í lokin, bara ítreka þakkir til ykkar og þakkir til ykkar fyrir það starfsið þegar við vinda hendi í þessu öllu saman, en beini síðan til formanns nefndarinnar að við fáum tækifæri til þess að fara yfir þessi mál með einhverju frá framkvæmdavaldinu, ráðherrum og slíkum, því eins og hér hefur komið fram að þá hefur við verið eins og bara aðrir í þjóðfélaginu fylgst með fjölmiðlum til þess að fá upplýsingar, og ég tel það mjög vafasamt að það geti gengið lengur. Við höfum verið í þeirri stöðu stjórnarandstaðan að svona vera ekki að, ef við segjum sem svo, að þvælast fyrir mönnum í því gríðarlega mikilvæga starfi sem hefur farið fram, en á móti kemur auðvitað það að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir verða að sýna okkur þá tillitssemi í stjórnarandstöðunni að upplýsa okkur hvað er í gangi, og þannig að við getum verið virkið þáttakandur í því sem hér er að ske. Við erum að fara í gegnum eitt stærsta skell sem þjóðin hefur lent í sögunni, og þetta er bara einföld og mjög látlaus krafa af minnstu kosti minni hálfu. Já, ég þakkaði fyrir þessi ábendingur. Ég hef haldið, þetta er 4. fundurinn sem við fjöllum þetta. Ég tel mig mikilvægt að stjórnarandstaðan komi að þessum málum sem og stjórnarþingmenn, og því ég held að þetta sé sameiginlegt verkefni allra þjóðarinnar að leysa þessi mál. Nú ég vil þakka ykkur báðum fyrir mjög greinargóð svör og
við spurningum þingmanna og það sem Friðriks lýsti niður að hann hættur, þá óska ég Ásmundi Stefánsenni heilla við áframhaldandi störf og ætla að vona að hann skili þjóðinni miklu í framtíðinni. Nú ég tel mjög mikilvægt að upplýsa almenning stöðumála og fá fram afstöðu þingmanna og tillögur sem hafa hér fram sem kjörina fulltrúa þjóðarinnar og þessna var mér bæði ljúft og skylt að verða við beiðni Ögmundar Jónassonar þegar hann kom henni á framfæri síðastliðinn föstudag og fór strax í það að reyna að fá fram þennan fund. Nú varðandi það sem Magnús Stefánsson sagði ráðherra á fund nefndarinnar að þá mun ég vinna því leið og þeir koma til landsins að við getum haldið slíkan fund og þá þakka við kærlega fyrir. Og ég þá kannski bara að segja takk líka. Já, takk fyrir. Fundið slitið.